Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessar fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma næstu að horfa á góða mynd. Kaupa Pop Smell og Doritos. Hvernig líst ykkur á Doritos og Pop Smell? Bara geggjað, það eru búið. Björk er að búið með póka. Það má alveg borða það, ekki? Jú. Ég þekk mér eitt, ég má ekki bara mikið þessu. Nei, þetta er líka, það er ekkert þegar maður byrjar. Það er þetta. Já, þetta er bara uppáhaldið mitt, Doritos, blá Doritos. Ég aldrei smakað guacamole. Ég er ekki hrifinn af guacamole. En þá segir fólk alltaf, en þú er að smaka mína sem ég býti heima. Nei, öll guacamole er vond, sorry. En hefur svo smakað það sem ég býð. Björki gerir svakal guacamole. En ég er búin að vera hakkið í mig. Kannski eðlilega, það er að sponsa þáttinn. Það er líka eitt tómi póki sem var hérna upp á hann. En það í pókan? Það er eftir mig. Já. Ég drakk. Ég borða þetta í nótt. En ég held því sem komið nýtt uppáhald. Svarti? Já. Heyrðu, hann er geggjaður. Sweet chili eitthvað. Hann er rosalegur. Ég fyrir að setja á pítsu. Já. Já. Og tacos í Homemade vefjur. pizzas. Tacos, já, þetta er svo sniðugt. Setja líka út í Mexíkus og kjúlikasúpu. Það er eins og þú fáum ykkur brósundra þessu, sko. Þið fáið sér eitthvað pókan. Ok. Yay! En áður nú byrjum að tala um Die Hard. Þá væri ég að gefa smá shoutout. Ok. Fyrst á Hödda. Já. Því að hann fattaði upp á viftu. Já, þetta er... Viftu trikkinu. Mér er eiginlega bara kalt á fótunum, þetta er svo gott, sko. My balls are cold. I like it. Hödda dætti í huga að setja viftun undir. Hún skýtur loftinu upp undir borðið og það svona dreifir sér. Já, þetta lýsir fyrir þá sem eru að hlusta. Já. En það líka sér enginn viftuna. Þó sér þetta að horfa. Hann er physics master, hann höndi. Þetta er gert hjá hann. Hann veit hvernig allt virkar. Svo verði ekki veit En þetta er samt bara komið svo oft á hverjum ekki lögum að segja þetta. Hann vissi þetta. Hann var bara að býða eftir að við myndum fatta það. Hann var svona, þið var aldrei eftir að fatta það heimskis. Ég tók podcast með Hödda og við dóum næstu úr hitta. Hann var ekkert að pæla í þessu þá. Þá var hann ekki búin að klára gráðuna sína í physics. Physics master. Hann er með mastersgráði í physics. En svo verði ég að gefa líka eitt shoutout. Þetta er mjög random shoutout. Þetta er fyrir Hermann. Ég þekki hann ekki neitt. Þekkir þú hann ekki? Nei. En ástæður ekki hún shoutout. Hann skrifaði og hann bara svona, þetta var vinileg ábending að hans, þetta er nokkrum mánuð síðan. Hann bað mig að reisa mig við í stólunum. Já, þetta leika niður. Já, bæði var að leika niður. Svo fyrst að við tókum upp kíló, þá var ég svona og það var ekki til svo cool. Þannig ég er að segja Hermann þetta núna. Það er því ég var svo hræddur að mynda hann sem er á mér. Myndi ekki ná mér, ég var svo myndi kötta hausinn. Vanity. Fatti? Það er svo Egoið. Það er svo að gefa hún sjátt að Hermann eða að hlusta. Takk fyrir Hermann. Þið Ég held fyrst að tala um einhvern Hermann. Ég er svona, hvað er Hermann? Já, Hermann, já. Ég er ekki að vera fyndin, ég held alveg bara, Hermann. Einhvern soldier. Hermann, já. Ertu að tala um það? Já, ég held það. Ég sá það einhvern Hermann, ég var svona, hvað er Hermann? Var það Hermann gestur hérna? Ég held þetta í alvörni, sko. Ég held að sé samt ekki herrmaður. Ég veit, ég var ekki að tengja, my brain just, fattur þú? Ok, en alltaf þú að klára þetta ekki á hann við byrjum alveg. Ég nenni eða ekki þessu skrái, sko. Ég get samt lækka aðeins í, þannig að öll fáður eftir, ekki tala um borðar. Gerið þið hlýði. Hvað er í gangi með kíló? Ég er bara hasperur og Klemmda taug taug. og bara dofin í puttunum og svo, nei. Ég er samt glaður að komst. Já, hvað beilum við ofta á þetta? Það ekki. Já, við ætluðum að gera þetta fyrir mér, alls ekki 1,5 mánuð síðan. Alla mánuður. Meira. Svo það var fyrst eitthvað over. Nei, það var ekki eins og fyrsta. Ég hringdi og sagði bara, heyrðu, hérna, ég veit ekki hvort ég ætti að koma, ég er, þú veist, búin að vera eitthvað slappur þess að já, ég er líka deg í bakinu. Þannig að offum þessu. Já, þú kom gubbupest. Já, svo kom over, svo kom bíllinn Bílaðist, já. Bíllinn bilaði. Það var komin að 4 dæjartmyndir bara síðan við ætlum að byrja, sko. En það er svo langt síðan ég horfði á þér, ég man ekki þetta. Ég horfði reglulega á þér, en ég mun aldrei horfði Dæjar 5 aftur, bara aldrei. Ég horfði einu sinni á það, no.
Og þú verður búin að horfa á hana fyrir þáttinn. Herru, við erum báðum... Ef að taka þetta í öfuru röðu. Nei, við ekki byrja fyrstu. Við erum að byrja fyrstu. En ég og Bjöggi horfum á 50 núna. Ég haf aldrei séð hana. Voru að horfa í fyrsta skipti? Já, við segjum ekki neitt hana fyrir eftir á. Þess að síðast. Já. Ok, Die Hard spjall. Já. Spenntir. Já. Ég veit að Bjöggi, ég múið þekki hann svo lengi, hann hardcore Die Hard maður. Já. Þú, ég múið þekki þig ekki eins lengi, en ég veit að þú ert hardcore Die Hard maður. Hardcore Die Hard maður. Áður við byrjum að fara í fyrstu, þá ætlum ég að spyrja þig aðeins Bjöggi. Því við tókum saman það, ég, Höddi og Kíló, og þannig grjótarða personur. Já. Og hlustaði mitt á, ég er ekki alveg búið með hann. Nú er nættur ekki að klára hann fyrir... Já. Ég veist ekki þetta að læra heima. En Kíló sagði að John McClane, var hann ekki nummer 1 hér? 1. Bara svona harðasti gaur efir í kvikmyndasögunni. En ég útskýrði ekki nóg vel senast. Hann er nummer 1. Því hann, sama hvað hann lendur í, hann stendur alltaf upp, fattur þú? Hann gefst aldrei upp. Bara skotinn. Einingurinn sem kemur nálættunni þessu í þessum hasamyndum er kannski Mel Gibson í Lethal Weapon 2. En pældi, 4 mynda, hann er stúdar. Og hann er venjuleg maður, hann með enga ofurkraft, hann er bara normal dude, kicking ass. Það sem gerir hann meira áhugaverði, badass. Ok, og nú er bara að heyra þessa ræðu. En ég horfði á Sin City og ég var svo rátt fyrir mér, sko. Ég var búin að gleyma, hann er grjótarður. Hann er rosa. Hvað heitir hann þetta? Murdoch? Marf. Ok, þannig að mín spurning til þín Bjöggi. Bruce Willis var ekki Marf í... Nei, við vorum að tala hans nummer 1. Já, Marf var Bjöggi mitt í grótara kenna. Ég var ekki komið svona langt. Það er ekki búið með þáttinn. En mín spurning til þín, þú erum að heyra ræðinars Kíló, þú veist hvað John McClane er. Finnst hann eiga heima á svona lista yfir grjótara? Já, klálega. Ok. Mér langar að koma inpunkt, af því alltaf þegar ég er að hlusta, í podcast sem ég er ekki í, þá er ég alltaf grípandi fram í fyrir fólk. Byrjaði því að segja bara, verður að hafa drepið fullt af fólki. Ég er með gauð sem að mér fannst að vera ógsta harður. Ég veit ekki hvort að tala með seinni í podcastin, af því ég klára ekki. Sem er ekki móningir. Já. Bara, mér fannst karakterinn geggjaður. Quinn í Jaws. Quint segir. Hann var svalur, maður. Hann var svalur. Gamli kall. Já. Mér var það grjótaður. Ég geti lega með henni buff. Ég held að það sé helviti margir sem geti lega með í buff. Nei, ekki margir. Ég er með svona 40 sekundur á þóli og þá er ég búin að tapa. Það er búið. Þannig að það væri nóg bara að hlaupa í kringu þig eitthvað. Já, okay. Það er done. Gleymdu út. Nei, en ég verð samt að taka aðeins undir það. Ég veit hvað ég meina. Hann er harður. Fokkar ekki hann, en þú sagðir, hann verður að vera morðingi. Nei, ég sagði það ekki. Ég spurði, að ég hugsaði bara morðingi. SMS þann dag. Bara milli mín og þín, Kjó. Og Björg ekki við, það er ekki svona í þessu podcasti. Mér finnst þetta gott pick. Ég er ekki sett hann nummer 1. Þetta er áhugavert. Ég vildi bara finna. Hann er badass. Af því að leiðu voru tala bara, það drepi ógsta marga, þá bara poppa hann strax upp í hausunum. Ok, í þeirri mynd er hann eini badassin. Já, ég fatt það. Er hann svalari löggan og vísindamæður? Já, í þeirri mynd er hann að rústa liði, bara með augun á því. Anna, þú segir ekki drepið. Þú til að hugsa með hann ekki drepið. Já. En ég held samt, þú sjáðu ekki myndinni. Já. Hann var hermaður. Já. Okay, þeir eru mestu morðingarnir. Já, þannig hann er búin að drepa fullt af liði. Drap ekki hann í myndinni? Nei, hann drap ekki hann í myndinni. Drap ekki börn og konur og allt saman. Grjótaður. Bara eins og þeir voru að tala Carlito. Þú veist bara, hann var áður en að, þú veist, í myndinni var hann alltaf Carlito. Já, hann pæli hvort að Tony Montana væri harðar en Carlito Brigante. Tony er harðari. Það við verðum að miða við myndirnar. Ef ekki bara taka upp þennan þátt aftur og Höddi þarf ekki að vera með, tölum aftur hörðugöruna. Höddi, ég teki við að því nú erum við að fara að tala hörðugöra. Ok, við erum ekki að gera það samt. Þannig að þið veist að John McClane ætti heima svona listi. Já, 100%. Ok, af því ég hugsaði pínu með mér, því ég elska þetta hér líka. John McClane geggjaður. En er hann ekki bara góður í að láta lemja sig? Þetta er hot take. Nei. Já, hann er góður að lemja sig, en hann sér í endurna, skilur. Það ber hann upp, hann kemur eitthvað múhug. Hann er líka smart, he thinks on his feet, skilur. Já. Eina sem var kannski hægt að taka niður. Það er alltaf svo rögginn með mig, það er alltaf mótur hann. He's the underdog, alltaf. Ok. Alltaf einn, með kannski einn svona side character sem hjálpar hann að búið. Það sem ég ætla að segja, eina sem tekur hann niður í harðleika, toughness,
er að hann kemur sér aldrei í þessu aðstöð, hann er alltaf fastur í þessum aðstöðum og hann komur sér út. Einmitt. Hann er ekki bara labbadum og kicking ass. Hann er eitthvað staðar Góður punkt. Og takk kíló. Og hann er alltaf að koma sér úr, þannig að þú veist, Hann dettur brýnt. hann er bara góð, hann er góð. Já, 5 sinum. How can the same thing happen to the same guy 5 times? Þetta er góð punktur. Takk. En mjög góð punktur. Já. I like this. Ég hef aldrei hugsað þennan rétt hjá. Ef ekki bara enda á þessu. Herri, já. Takk fyrir strákar. Takk. Góð logo. Ok, byrjum á Dire Date. Þú ætlum að taka alla 5 myndar. Sem jólamynd. Já, klálega. Sama hvað Bruce Willis segir. Segir hann að þetta sé ekki jólamynd? Oh my god, já. Málega, Bruce Willis. Ég elskar hann, veist, ég horfði á Moonlighting þættina. Skilur, þegar ég var yngri. Mjög góður þáttum. Hann kann segja, it's not a Christmas movie, it's a Bruce Willis movie, eitthvað svona. Því frægar sem Bruce Willis var, því meiri fáiði var hann. Fattur þau? Sko, þú ert ekki með mynd sem endur á Weather outside is right, og það er ekki jólamynd. Það gerist allt. Þetta er bara jólamynd. Ég hef handriðshöfundin, bókin sem þetta er byggt á, þetta gerist allt í jólin, jólathemar, hann skrifa hó, hó, hó á peysun og hann finnur liftuna. Það er jólatónlist. Þetta er jólamynd. Jólatónlist, já. Af því að ef þetta er ekki nót svona jólamynd, verður að vera jólasveinn í myndinni. Nei, þetta er jólamynd. Já. Bruce Willis er bara jackass, skilur þú. Fattur þú? Ég veist ekki, hann hefði sjálfur sagt það. Nei. Hann sagði þetta líka í róstinu þegar það var Bruce Willis róst og hann var, just to remind you guys, Die Hard is not a Christmas movie. Maður bara, oh my god, fuck you, maður. Ekki segja þetta Bruce Willis, please. Hann bannaði þetta Bruce Willis. Því frægar sem hann var, hann missar hann alltaf sjarmana sína. Þú sér svona svona, eftir Sixth Sense og allt þetta, hann nennir ekkert að leikja lengur, fattur þú? Maður sér það líka í dag. Já. Sá það svolítið í 5, en kom betra því að eftir. Já. Ok, fyrsta myndin. Af hverju er hún svona góð? Handrið. Þetta er bara gott aksjón, solid handrit, þetta er ekkert flókið, straight to the point, þú veist hvað þetta var að fá. Góður alkarðir. Já. Góð villain. Já, mjög góð vilin. Besti villin af öllum Die Hard myndunum. Er fyrsta besta myndin? Já. Hún, Já. sko, já, hún er það, en Hún er mér finnst 3 Já. góða fasta hælarnar, sko. Hver er uppáhalds dælmyndin? 3. Ég held nefnilega 3 sem uppáhaldsmyndin. Já. Já, 3 er best, sko. Hún er af því að ég get bara hort á Dire Date á jólunum, ég get hort á 3 allt árið og hérna, Ok. það er líka, erum við ekki bara að fara fram og tilbaka með þessa myndina? Jó. Af því að við erum byrjað að En við endum á 5 og tölum spes um hana. Er það ekki bara sér podcast? Ó, ég myndi ekki nefna því sem. Nei, Ok. það sem ég ætla að segja með 3, þú veist, handritið er bara eitthvað svo ógeðslega gott í henni að þetta þarf ekki svona að vera John McClane og þetta er geðugmynd. Þú veist, þetta er ekki, það er ekki verið að forsa okkur inn í eitthvað Die Hard heim. Þú veist, þetta er bara geðugt handrit, happens to be John McClane. En enda var þetta skrifa alltaf sem önnu mynd. Þetta er... Það sérst einhvern veginn alveg. Já. Annað en 2 sem ég finnst það bara svona, við verðum að gera Die Hard mynd. Hann er byggt á bók. Já, 2. Nei, eitt líka, sko. Já, 1 líka. 1 og 2 er byggt á 2 með bókbækum. Og Die Hard er það blueprint fyrir svona myndir. Þú veist, Under Siege er bara Die Hard on the Sea. Já. Hérna, Sudden Impact, sem við gláðum er bara, Það er bara skilur, Die Die Hard í sportserína. Já. Skilur, Speed er bara Die Hard in On a a bus. bus, skilur þú. Fattur þú? Láta það þú er- botnir hann bara. Vissu þið að Die Hard 3, handritið, Já. átti að vera Lethal Weapon 4. Þegar þú segir það, þá... það? Já, Hún var, þú segir já, það. Jú, býtu. þeir neituðu því, þetta áttu orginlega að vera Lethal Weapon 4 myndina. Og þau vildi hann ekki, svo Fox keifti það handrit og rewritten it og hérna, þessin er þetta svona eins og body cop, þetta er svona black guy, white guy, gera ekki að leti, fattar þið? Já. Þeir eru ekkert að skipta bara út. Já, Riggs einmitt. og Murdoch fyrir... Já. Nefnum að það hefur verið hræðileg mynd. Nei, Er það sant? Á hverju? Með Murdoch þarna, I'm too old for this shit. jú það er, Samuel Jackson er svo geggjað. Samuel L. Jackson var svo geggjær. Hann var svo mikið from the hood og þú veist. Fun fact með Samuel Jackson, hérna, gaur sem átti að leika það hlutverk fyrst var hérna, Lawrence Fishburne. En hann vildi svo mikið Já. pening, en ára undan Ah. átti hann líka að leika hlutverk í Pulp Fiction. Fishburne? Já, en Samuel Jackson var svo góður í Pulp Fiction og hann fekk síðan hlutverk hans Lawrence Fishburne í Die Hard 3, svo hann tók 2 hlutverk af Lawrence Fishburne á 2 árum. Nei. Alltaf þessu ekki vinir í dag. Nei, Voru þeir Lawrence Fishburne er þekktu fyrir ógeðslega hard to work with og svona peningagur, hann er búin að eyðileggja svolítið mikið fyrir sjálf sig. Ég get alveg trú að ég hef sér viðtölu hann. Hann virkar þessu ekkert svakalega skemmt. Hann er mjög tilgerðarlegur, svona mikil Þetta sem message. mikið að sér líða skemmtilegt. eða?
Sam Jackson. Heldur Já, það? Já. hann er alltaf real Held það. maður, hann er bara alltaf hann sjálfur. Hann virkar svalur. Hann er real og hann segir líka bara eins og með pening og eitthvað svona. Mér finnst það ekki að vera feiminn af veikjana, þetta er bara Nei, hann segir, ég er bara að vinna fyrir konu minn, hún eyður ekki Já. peningum mínum. Já, ég fíla það. Hann er Já. ekkert eitthvað fíblast eitthvað. Ok, við erum að fara kannski fram og tilbaka, en í fyrstu myndinni þá er þetta í rauninni hæstmynd. Já, Þeir eru já. bara að reyna peningum. Hvort fílið þið meira? Þannig, með svona vondukalla og eitthvað, eða eitthvað svona svakalt, við erum að sprengja heila borg, eitthvað svona stærra. Ég fíla hæst. Ég fíla það simple thing, sko. En þess að ég fíla líka bara þarna, þó þetta sé hæst, þú veist, þá svona, hérna, þú veist, var alltaf eitthvað mystík. Maður var ekki alveg að skilja... Hvað var ekki, planið þeirra? Já, það var svolítið svona... En þú vissir ekki alveg hvað það var að gera. Þú veist svona, maður held alltaf að væri eitthvað dýbra, það sem þeir vildu líka að þú heldir, eða skilur, Já, að löggan heldi. já, Þeir voru hriðvirkja með, Já, bara steppa skilur, einhverjum gíslum og frels eitthvað fólk, eitthvað vinið þeirra, já. en þetta er alltaf um peninga. En hann segir líka, John McClane í myndinni, var það síðan bara allt, bara peninga. Peninga. Mér finnst það alveg cool. Já. Ég fílaði það. Og mér finnst líka bara krúið, alveg ekki manni geggjaður. Já. Hans Gruber. Hann skulle bli besti villain of all time. Þú myndir setna þar. Ef John McClane hefði ekki verið óvart inn í þessi bingu, hann hefði komst upp með þetta. Hann var búinn að plana allt frá A til Ö. Hann er það smartist, bara allt plana, það var ekkert, það var allt í hans höndum. Hann var að leika á löggunni, fólkinu, FBI mér þess að líka. bara að leika á öllu, hann með allt planað. En hann bjóst ekki við John McClane var hérna. Fattur? En það er sem gerir myndin líka svo cool. Já, dude. Það er John McClane sem fokkar upp þessu masterplani. Upp, sko. Og hann gera á táslun. Já. Hann er ekki sér skóm. Nei. En er það ekki pínu partur af sjarmanum við hann? Sko, þessi karakter er bara Hlýraból. berfættur í skítum hlýraból, Já, sígarettu, hákállvik, já. bara... Af hverju gæti hann ekki verið þannig, og ég veit náttúrulega að hann var að vera, ég veit að Bruce Willis er sköldur, hann var að missa hárið, en af hverju gæti hann ekki alltaf bara verið svona? Það er mér 4, þegar hann var alltaf bara gaman. Ég fíla hann ekki, þegar hann er búinn að... Hættur að reykja, hættur að drekka. Ég elskaði 3, hann var bara þunnur alla myndina. Hann var bara... Leita aspirin allan tíma. var að segja eitthvað, hefðu verið að fara að gera þetta? Hvað? Have you been drinking? No, not since this morning. bara, þú veist, það er En það er samt alltaf lægi að karakterinn þróast aðeins, just. Já. En útlistlega, Já. það er tvennt sem ég vil, bara pjúr útlistlega. Ég vil hafa hann helst með hár. Hákállvik og... Hákotli, þó þessi fara að þinnast, þá vil ég hafa með hár og hann verður að vera með berettu skambissu. Hann er ekki með það í nummer 4 og 5. Nei, veist það, Beretta er svona 80s, early 90s byssa, fættur þau. Það var að Já. þróast með tímunum. John McClane byssan. Nei, ég myndi frekar miklu betra mörta hérna Riggs byssan. Hann er líka með Beretta, það er hans byssa. Finnst þið beretta að vera meira fyrir Riggs heldur en Já. John McClane? Já. Björki hristi bara hausinn. Ég bara svona, ég veist ekki svona leikarinn sem lappar best með byssu er John McClane. Þannig að niður með öxluna, niður, lappar engin betur með byssu. Ég var bara vagið, sá bara John McClane og bara svona... Já, kíkja. Hann leikur engin betur með svona byssu og hérna Bruce Willis, alltaf. Og svo horfum bara fyrir element alltaf, hvernig hann heldur og dreif byssuna, engin gerir þetta fram. Það er enda góða punktur. Hann lúkkar með byssu. En það er líka svo svalt í Die Hard 1. Hann er, reyndan hann fær eins og ho, now I have a machine gun. Hann er mest bara með berettuna. Hann þarf að treysta á his trusty sidearm. Það er svo cool. Já. Ég fíla alveg ekki setna í myndunum. Það er komið eitthvað svaka vélbyssur, eitthvað rifla. Mér finnst það ekki passa við kartin. Nei. Eins og í 3 er hann ekki bara með sína skambissu. Eiginlega alla myndina. Ekki einu sinni það. Hann drepur ekki sneitt fyrir sko eftir klukkutíma í liftunni. Það er fyrst ekki sem hann drepur einhvern. Er það fyrsta killi í 3? Það er ekki klukkutími í myndina áður hann drepur einhvern. En þá byrjar hann að drepa. Shit, sko, death counti hjá John McClane er held ég 80 gaurar í þessum myndum, sko. Þetta er lögga, sko. Þetta er svo glæpamaður, hvað hann dreifur maður. Hann dreifur Hann er 22 í það er 2, sko. Það, tjekkar á því það. Já, með flugvélin, já, það var svo margir flugvélin sem sprakk, sko. Já, hún var full. Já, en ég vildi voru þetta eitthvað 10-15 gaurar í hverju mynd. Þetta er lögga, sko. Hann er ekkert mikið að rannsaka hluti. Nei. Shoot first, ask questions later. Já. En Bara eins og hérna, í 3, það hann í göngunum. Have you seen a fat guy around here? Skaut bara gegn hurðina. Tók bara sjensin, þetta var krúk.
Já, ég var glæði. 8 reindeers. Já, svo jolly fat guy eitthvað. Já, eins og það dæmið, gott þú komst með þann punkt. Þegar ég horfði hana, maður er búin að sjá þess með milljónsunum. Ég horfði þessu öðru sátt aðra því að eins og þú segir, þetta er bara blákalt morð. Þetta er bara... Hann myrður þá gaura. En eins og þú segir, kannski voru það vörubílstjóra. Já, þeir voru bara að horfa svona. Svo bara... Hvert sem er hann í bílastinu? Nákvæmlega, það er heldur gott. Planta smá byssu og hashish. Þú voru glæpa maður. Sorry, ég verði ámynda. Herri, fáðu Doritos maður. Já, þau vissi að þetta var fyrsta hlutverki hans Alan Rickman í kvikmyndum. Ever? Alveg í kvikmyndum. Hann var það leikúrsleikar, eða ekki? Já, fyrsta kvikmynd sem hann leiki var hans grúpur í Die Hard. Ok. Er það bara alveg... Já, vá, ok. Fyrsta hlutverki hans í kvikmyndum. Tjekkaður á því að... Alltaf vita þetta. Ég er bara að googla þetta. Stendur introducing í byrjun? Nei, googla þetta bara, ángríns. Fara bara á Wikipedia. Stendur ekki Fyrsta Ok. kvikmyndin hans. Þú heldur að sé bara, ef ég skoði IMDb, Alan Rickman, Fyrsta myndin hans. þá heldur þú að þetta sé Ég fyrsta held myndin það hans. ekki, það er bara fakt. Þetta er fakt. Já. Ef ég hef rétt fyrir mig, þá má ég fara með allir þessar bók með mér heim. Ekki það sem ég er búin að opna, já þá. Ok, kíkjum á þetta. Ok. Die Hard, 88. Þetta er gott radio, núna. Er þið talið fyrir maður? Segir. Á ekki bara að breyðja Doritos, það er ekki. Veistu hver átt að leika vondikallin undan? Nei. Sami Níl. Góð leikari. Ég elska hann. Hann er góð leikari. Ég held að það gæti verið Hann gott. leika mjög frægur þessi tímabili. Sam Neill. Átti hann að leika... Hann átti að leika hans grúpu fyrst. Ok, nú er ég allir mjög spenntir eða perrar á... Eiður eru ekki að fara að drepa mig ekki að borða svona annarkværa innkomi. Farðu bara, fyrsta myndin hans. Já, ok, já, hann er búin að vera eitthvað svona sjónvastóti... Eitthvað svona TV-movies. Fyrsta bandaríska kvikmyndalutverki hans. Tóstu þegar hann breytti það sem hann... Já, en það er ekki breska, hann er bara með sjónvast þetta, fyrsta bíómyndin hans. Þetta var fyrsta bíðum sem leikur í? Já. Þetta er klárið. Fyrsta myndin sem hann leikur. Ameríska. Þetta er fyrsta bíómyndin hans, er það ekki? Jó, ég skal gefa þér... Þú fær ekki að taka alla pókana, en þú fær kannski eitt. En var það ekki að þing þarna? Var alltaf introducing eða svona... Jú, en var það ekki aðlega gert með svona unga leikara? Ég held ég alltaf að segja bara með svona unga... Já. Er þeir ekki líka alltaf bara þeir sem að fá tækifæri í stórmyndum, þú veist? En er ekki alltaf ekki alltaf gellur, alltaf introducing Cameron Diaz eða introducing Naomi Watts. Þetta er bara fyrsta hlutverki, þá farið introducing. Já, ég hef ekki kynnt mér alveglega. Nei, ég veit ekki. Nei, en ég get ekki séð fyrir mig annan leika hans grúpur nema... Nei. En förum yfir lista yfir leikara sem voru valdir á undan Bruce Willis. Manstu það? Já, já. Hann er ekki Ég veist ekki þurfti að væra heima. Nei, eitthvað sem ég með aldrei gleyma, ég sá þetta mörgum árum. Frank Sinatra. Átti hann að leika með Hann Klein? var fyrsti mannskjan því hann leik þennan karakter sem er byggður á bókunum way back in the day og Frank Sinatra var svona 70 okkar gaman og John McTiernan var bara svona nei, við eigum ekki að fá Frank Sinatra hérna. Hann vildi fá Arnold Schwarzenegger. Ok. Hann var talin um það. Það hefði samt ekki virkað. Nei, Ég held að hafa ekkert virkað með þeim að sér. John McTiernan, John McTiernan vildi fá svona everyday man. Já, einmitt. Gjössamlega breyta móldið. Hollywood var bara Rambo, Terminator, allt svona vöðvastælta gauð. Einhversu stóri gæjar. Ég held að þess ástæðan sem mynd var svo vinsæl því fólk sé sjálf að þetta er bara venjulegu gauð. Já, hjónubandserjum og Já, VSN og... og hann er ekki overhetja, hann meiðist, skilur. En það sem er eitthvað svo cool við hana, því fyrsta enda var masterpiece. Masterpiece. Hvað heldur þú búin að horfa á hann oft? Ég ætla að segja svona kringum 20. Já, ég Ég var ætla að segja 10. Þú törnum svona oftar 10 svona. Já, kannski. Já, örgulega. Já, Ég horfa hana hverju ári þannig. Já, 20 svona geta alveg verið. Já, ég skal kaupa það, 20 svona. Ég held samt því sem ég er búin að sjá 3 oftar. Ég get alveg trúa því. Ég held ekki að það hafa liðið ykkur ára á milli sem ég sé 3, en ég sé 1 á hverju ári, öll jól. Já, þú meina það. Já. Ok, það sem ég að segja með fyrstu myndina, það sem er svo töff við hana, er að þeir byggja samt alveg, þetta er einföld hasamynd, ástæðan svo velgerð, þú veist áðan, handriti. Áður en aksjonu byrjar, þá búið að setja þetta svo vel upp. Þú veist alveg hver John McClane er, þú veist hver konuna sér, þú veist allt þetta, persónu sköpun. Það er svo brilljant að þegar þeir koma sér inn, glæbmennir, þá er maður bara svo, ég er bara strax invested í kartunum.
og þegar John McClane bara, hlýra bólum, maður bara, fuck, drillaður út maður. Þetta ekki það. Í alvörinni, þetta var bara strax í byrjun. Það er stórast þessi myndi bara masterpiece. Hún gekkið. Segir bara ekkert meira. Ég veist þetta veikinn að ég sá sko Die Hard 3 var fyrsta Die Hard myndin sá. Sástu þriðið fyrst? Já. Ég maður bara eftir að hafa sér Die Hard 3 í bíó. Það er eina sem að... Sástu hann í bíó? Já, 95. What? Ég sá hann ekki í bíó. Ég leigði hana á Waff.OS. Keypti mig með á eitthvað aðra mynd og... Eina skipt sem ég gert það. Björk er þögg. Nei, já, með þögg. Hann er movie thug. Movie thug. Ég tengi alltaf töfum þig. Veit ekki okkur. Í alvöru? Ég veit ekki okkur. Nei, ekki ég. Og því að... Og starið á mig hérna. Kýla bara. Tvö? Ég veit ekki okkur. Það er tvö. Ég voru að segja 2 svona 3 og 4 svona, sko. I'm not a fan. Ég er bara svona margóft. Já, ég er góð. Hún er alveg skemmtileg. Ég er ekki mikill Die Hard 2 maður, sko. Ekki? Hún er the bloodiest af öllu Die Hard. Hún er eina myndi sem fekk fyrst NC-17 rating. Hún er með illuðustu morsinnar, bara höggva hausa, skera háls og hún var brútal 2 sko. Grílukast í auga. Já, grílukast í auga, Það er klassískt maður. Die Hard 2. Hún var brútal. Já. En fannst ykkur sem hún, við erum að fara á einana, það er alltaf, fannst ykkur sem hana, er þetta fullmikil koppi af fyrstu? Mér fannst það. Mér veist þetta væri svo, við þurfum að gera annað, nema það er allt orðið yktara. Hann var yktari, vonleginarnas fyttuðu ekki inn. Já, ég samanlega þessu. Það var svo forst bara fyrsta sem, þú veist, það var allt í vonleginur einhvern veginn bara svona... Fannst það reyna að vera of cool eitthvað? Já, hann var of mikið John McClane. John McClane var of heitur. Við verðum að, þú veist, fólk elskar þetta og fólk, þú veist... Góða punktur. Það bara þannig að þegar hann kíkti hann inn í, þú veist, færibandsdótið hann í byrjun, var að skipta sér að einhverju það bara... Það var endalist af einhverju one-linerum og... En var hann ekki líka í þeirri mynd, nummer 2, en þið voru að tala hann lendi bara alltaf í einhverjum aðstæðum. Er hann ekki svolítið mikið í 2 að tróða sér inn í? Jú. Hann er ekki þannig 1 og 3. I'm a cop. En það er alltaf skýt sama. I'm a fucking cop. Það konan hans var náttúrulega í einni vélinni. Já, þetta, já. Nei, ég er að tala áður, en að... Já, menar. En sko, náttúrulega að rétt fyrir fyrsta sem hann gerir, raunin bara að það eitthvað, hér er eitthvað grunnsalega. Já, hann byrjar bara strax skilur það. Hvað er þessi gaur að gera það bak við? Hann er verið góð lögga, skilur, hann bara, hey, this is my job, skilur. Já, en svo, það er líka, hérna, nú ætla ég að verja John McClane þarna, að því að það var enginn að hugsa þú veist, bara, okkur er ekki securing the perimeter, þú veist, það er morð í þetta og þú veist, það var enginn að vinna vinnuna og... Allir vanhæfir. Já, þannig að hann basically var svona að reyna að komast to the top til að bara, herðu, fór á henn að tók fingrafara dót. Það var pínu cool. Já, ég fílaði það. Já, líka fyrstu 4 dærmyndinar, þú sér John McClane er okkur góðu gaur, hann vill hjálpa. Já, hann er hetja. Hann er hetja, skilur. Já. Og þegar hann mistekst eins og númer 3, þegar hérna sprengur og sér hann dettir niður, hann er sorgmætur. Þú veist, þú sér, hann er mannvera, fattur. Hann vill hjálpa, hann er svona fættur til að vera lögga. Já. Svo auðvitað hann skiptir sér að. Hann geti ekki lífið með sjálf sér að sjá hvað grunnskóla bara, nei, já, svo alltaf áfram með degi mín. Nei, svo myndi hann alltaf heyra að því að flugur stungið eða eitthvað. Já. Það er eitthvað rétt. En því var bara að hugsa að ég er sammála okkur með að hann finnur svo alltaf í þessum aðstæðum einhvern veginn. Að því 3, þá er hann bara neittur í þetta. Hann hefur ekki, hann á erinn enga möguleika. Og í fyrstu líka. Já, ég elska þess að, þú veist, í 3, þegar, þú veist, þá vitum við ekki svona okkur hann er þarna. Einmitt. Við erum bara með honum í þessu. Við erum bara, what the twist, sko. What these guys are doing with me? Ég elska það. Svo erum við komið með Zeus inn í þetta, hann vissi ekki hvað hann var að gera hana. Nei. Það var bara, Simon var bara fucking with them og ég elska það. Við erum bara að spoila öllum Die Hard myndum. Ef þú tekir mér svo Die Hard, það er horfum á þátt, skilur. Ef þú ert að horfa á þátt og ekki búin að sjá Die Hard, er það ekki pínskriði? Jú, það er enginn að horfa á þátt sem hefur ekki séð Die Hard. Enginn. Í 3. myndinni, Harlem-atrið. Já. Ég man þegar ég sá þetta bara einmitt, þannig var ég 12 ára. Ég man bara, vá, þessi gaur, hann kemur með skilti, það sem ástendur. Ég þóra ekki eins og að segja. Maður á kannski ekki að segja. Það stendur, I hate niggas, það ekki? Jó, ég ætla að lefa þér að segja fyrir ekki. Breytum ekki sögunni. Are you assuming my race? Ok, það er sem stendur skiltinu.
Ég get svo svarið eitt, strákar. Þetta er kannski eitthvað rugli mér. Mér finnst þess eitthvað tján, þess að ég sé eitthvað útgáfa af þessari mynd. Það sem stendur á skiltinu I hate black people. Já, það er í sjónvarsútgáfunum. Er það ekki? Já, þau eru alltaf Ég held ég að sé eitthvað tján. Líka dagur 2 þegar hann segir Yippee-ki-yay, motherfucker, í sjónvarpinu er það Yippee-ki-yay, Mr. Fisher. Já, ég hef vissi sé það. Jú. Oh my god, ok, þannig að black people dótið, það er kannski eitthvað Já, það er sjónvarsútgáfa. sjónvarsútgáfan. Ok. Það er bara, er það CGI þá eða var hann bara með, var önnur taka? Ég svo viðtal það ekki. með Quentin Tarantino með dagur 3 og hann vildi aldrei segja það en fólk í the Hollywood business, hann var ráðinn til að puncha upp þetta handrit Jaha. og hann á eiginlega heiðurinn á þessu atriði þetta í Harlem. Nei, af því þetta er rosa sterkt atrið. Já, þú hugsaður það bara, ég atrið emmitt sem Quentin Tarantino myndi skrifa. Þetta er nefnilega ógeðslega. Þegar segja það. Já. Þetta er nefnilega algjörlega þú segir það. Eina sem ég heyri núna er Dead Nigga Storage. Það er Pulp Fiction. Já, einmitt. Já, vá, ég er að tjekka þessu. Ég man svo vel eftir að þú talum um atriði. Þetta er svo geðveitt powerful. Þú sér bara hann að setja eitthvað á sig og bara, is the gun secure? Við vitum ekkert hvað við erum að tala um. Svo bara kemur exterior skotið bara, þú er að sjá hann að gæja og snýr sér og hann bara, maður missir bara andan. Já, bara hvað? Já, þegar maður sátt fyrst, bara, oh shit. Þetta er svo mikið bara, Já, bara hvað er Svo það? maður sér hópar af svörtu fólki og svo hann og Susan call the police about to be a dead white boy. Og svo sérðu bara eitthvað krú á svartum gaurum, Já. eða allir massaðir og maður er bara, þeir eru að fara að drepa. Þetta er ekki að spennandi atrið. Mjög spennandi. Ég maður bara því sá þetta fyrst, ég var bara shit, og þetta er ennþá spennandi. og svo er svo líka brent í mann, þú veist, það er svona kingjaðri, what the fuck? Já, hann er bara að býja, get out of here, get out of here. Þú verður að fara, You got like 10 seconds. Fuck? Maður bara svona, what the fuck? Þú verður að fara að gera þetta. Já, ég ætlaði að koma með þetta líka sjálfur. En hann missir bolt út á götu, sækir hann. Og svo sér, shit, what the fuck? Það gerur það bara að droppa hann allir út og gúm. What the fuck? Og þá er maður bara, shit. Hún er líka perfect eins og dagur date. Hún er svo geðvig, þetta handið er svo eru geðvig. bara perfect Hún er hasam. geðveik, sko. Ég elska alla Munið línur eftir Die Hard tölvuleiknum, PlayStation 1. Nei. What? Þú kan spila alla bímyndanar, þú veist, fyrst, þetta eru 3 leikir, Die Hard leikur, svo vinsælt, ég elska þessi leiki. Hvað, ég maður ekki þessu? Fyrsta leikurinn ertu í Die Hard 1, það er þetta að skjóta alla hverja hæður og koma senna. Númer 2, ertu með svona shooter inn á flugvell, er að drepa alla. Númer 3 ertu að bíl, svona áður en GTA kom og stoppa sprengjur, bíl, svona taxi. Nei. Mun ekki eftir því? Nei. Þetta var illa, þetta var uppáhaldsleikurinn minn. Ég var Hann ekki getur með þessu. svona 2 MP5, þetta hræðileg grafík þá, skilur, í dag get ég ekki að spila þetta, en þá var ég bara, oh my god, þetta er geðveikt. Fannst þú vera John McClane? Ég og bróðum minn var alltaf bara, viltu spila Die Hard? Hann horfði bara alltaf mig spila Die Hard líkin. Hann var alltaf, já, hann er þarna, hann er þarna. Ég bara horfa á myndina bara. Ég mun ekki eftir því. Nei. Það var Die Hard leikurinn, en það var 3 leikir í einu disk. Ég maður ekki þessu. Bara, Nú er einhver sem er að hlusta er bara eitthvað, stráka, muni ekki eftir þeir eru fátar. 1-3, í samtum 3. Þeir eru að tala um Masterpiece eins og fyrsta. Já. Nú er ég bara pikki, nú ætla ég að vera pikki. Ég bara spurði ykkur, ég ætla að dyrkismönd. Er endin ekki pínu skrifur? Já, ég svo samanlega. Þú er með góður. Þetta er eini punktur sem ég er með þessa mynd, er það ég hata svona double endings. Þetta er einhvern veginn, sko, myndin er bara búin. Þá bara kemur við, hey, eitthvað svona border, bara, hey, what up? Bara fara og þyrli, og þá er ég bara svona, sko, myndin er eiginlega bara búin. Myndin er búin, sko. Hún enda bara þarna á þessu skipi og bara, call your wife, allir í teppi, komið kvöld. Já, þetta endirinn með teppi, Já. ljósið. Þú ert einhvern veginn bara, myndin er búin. Já. Það er eina og þú veist það, þetta er búið að naga mig, sko. Já, en þá getum við það sett hann fyrir ofan fyrstu. Nei, við gerðum það ekki heldur. Nei, ég veit Hún endaði ekki eins og fyrsta, hann með 2 bjössukúlur, skilur. Alveg svo fyrstu, hann bara með 1 eða 2, það var nákvæmlega sem endir. Einmitt. Ég fíla, hann með pingrilli byssu, Það er svona kjaftaði. skjóta vírin. Það eru 2 alternate endings á myndinni. Aha. Einn sem var tekinu, svona ekki nótuð, og einn sem var orginal handritinu. Ég fíla eiginlega, ok, jú, hitt var betra. Myndir endar, hann flýr með gulli, skilur, og það er allir með teppi.
Býttu það bara, eða það bara mynda búin? Já, byrju. Svo kemur eitthvað svona, 6 months later. Þá finnur John McClane, Simon Gruber, Simon Says Gurin, þennan Guður eitthvað út í Evrópu. Og hann eitthvað svona, þau hittast á okkur skrifstofu eitthvað svona heima hjá Gruber-Gurnum. Og John McClane eitthvað með bazooka-byssu, svo búin að taka út svo sér ekki í hvað átt byssukúlan kemur, svo þið spila svona Russian roulette með bazooku. Og það njóma fucking kjánalega. Ég veit það, en mér finnst það mikið töff og hann auðvitað skýtur Gruber-Gaurin, springur sjálf á sig og svo því að original endurinn átti að enda eins og þarna. Bara enda hann slappar á hann bara svona, og það átti kannski verið svona framhaldsmynd af henni. Ég fíla það. Það er cool. Sko, ég hef nefnilega, þetta var svo mikill endir. Já. Þú veist, hann komst upp Hann með beins bara þetta. slapp. Komst upp með þetta, en John McClane dó ekki, skilur við. Já. Það er verið svolítið cool, að því að bróður hans, úr fyrstu myndinni, hann komst ekki upp með þetta. Það er töff ef að Simon hefði komist upp með þetta. Í staðið fyrir eitthvað svona, nei, ég sá alveg fyrir mér, það hefði verið eitthvað svona testscreening. Og áhörnum bara eitthvað svona, nei, við viljum sjá... Það var reshoot, sko. Já, það ekki, þetta lyktar af því. Þetta lyktar Já, það lyktar af Allt því. kom bara eitthvað, kameratinn, og svo allt í nú bara í þyrlunni, hann eitthvað, með henni eitthvað. Þetta var fínu kjánlega. Það er svona... Þetta er eini veikleikurinn. Já, þetta er algjörlega einlega Því ef að þetta væri ekki, þá held ég myndi setja bara í gæðum hlið við hlið. Vantaði þá ekki bara að segja, hann segði yippee motherfucker, bara hvað er að setja það? Það skiptir bara þyrlu það. En gata hann ekki sagt yippee bara við einhvern hensmenn? Þarf það að vera við einhvern aðalgaur? Í fyrstu myndinni, þá segir það bara í talstöðina. Það er svona introducing the sentence, en hann segir það svo við hans Gruber þegar hann skýtur hann. Það segir það aftur. Meira fun facts og það er eitt. Þú bara fact machine. Já, maður þegar hann dettur hans Gruber, Já. geðveitt slow motion og hann svona geðt hissa. John McTiernan let hann sleppa fyrr og hann hélt að the stunts voru, hann hélt að hann var að detti í alveg bara oh shit, þannig náðum þessu bara real looky hans að hann fara að deyja. Já. Vissir þetta það? Já, ég veist þetta. Já, ok. Ég elskar að Rickman, sko. Rest in peace. Hvernig Rest það in var? peace. Þetta er 5 ár síðan. Hann góður í öllu. Ég fíl ekki Harry Potter, en ég fíl hann í Harry Potter. Hann er alltaf góður. Alltaf góður. Alltaf góður. Var alltaf. Já, já. En ég aðeins talandi í podcastunum, þegar maður að horfa á eitthvað sem er látin, að þeir lifa sem í gegnum bíómyndar. Já. Áfram. Bara ódöðlegir. Þess að við munum lifa gegnum podcasti. Já. Vonandi horfur einhver á þetta. Ég var vonast ef við myndum allir horfa á þarna eitthvað. Nei. Við lifum að eilífu. Þetta verður thumbnaili. Við ætlum að horfa í kameruna. Leikir hann ekki vondikallin í Robin Hood líka? Jú. Ó, góður það. Já. The Sheriff of Nottingham. Já. Var það ekki? Jú, það ekki. Jú, það er alveg Rickman. Jú. Með Costner. Já. Já. Þetta er æðislega leikari maður. Hvað Costner er ofmyndin leikari maður? Nei. Jú. Nei. Nefndi 3 góða myndi með hann. Með Kevin Costner. Já. JFK, Untouchables og... Nefndi mynd sem hann bara keiri myndina sjálfur án auka leikarina sína. JFK svolítið. Það er ein mynd, Mr. Brooks búið, er myndin sem hann getur, er einn og hann er búið. Já, ok, það er ekki. Ég er alveg óundubúið fyrir þetta. Ég veit ekki að það er eitthvað Kevin Costner spjall. Ég var bara randomli, þetta er movie podcast, skilur. Hann er búin að fullt að góða myndum. Já. Björki, bakkaði mig upp. Ég held samt að þú hefði sagt mig sjáðan. Björki sá þetta viðtalið Costner. Waterworld? Þú sagði hann hefur algjör fáið. Hann er fáið. Ég minni það. Hann er algjör fáið. Hann og Lawrence Fishburne er byggja bestu vinir hérna. Bara bókamál. Þeir fáið þetta. Svo má ekki gleyma að það var Kevin Costner sem reyndi að eyðileggja fyrir Tombstone, skilurðu, og samt var Tombstone betra mynding, græddi meira pening. held ég myndi gleyma því. Þau reyndu allt til að fucking stoppa Tombstone myndina. Það sem ég hef heift í kíló. Já. Hann hatar Ég kört rassúmaður alla daga. Ég dýrka hann það báða. En... Bara óskast að Kevin Costner myndi bara deyja. Það var betra. Hann á ekki skilið að anda súrefni okkar. Hvað gerði það? Hvað gerði það þér? Leki leðilegur mynd. Ok, JPK, motherfucker. Catchphrase hans. Í hvað mynd er það svalast? Sko, sorry, þið voru ásamanlega mér því það er flottast í döðdaginn. Númer 2.
Ég nefnilega var Sammála. með Já, ég. Sko, ég ætla að segja, ég ætla ekki að segja eitt að því mér finnst hún best, að því mér finnst það bara svo geggja svalur þegar hann liggur svona, kveikir hann. Það er ógeðslega. Í 2. Já, og kveikir í flugul sprengjana. Ég ætla að þú myndi segja 4 þegar hann klárar það ekki eins og. Það var svo alltaf þetta. Það er eini veiki hlekkurinn í þeirri mynd. Já. Nei, finnst þið það? Finnst þið það? 4 geðveik, sko. Wow. Ok, en horfðu þú aftur á það núna? Já. Finnst þú hún geðveik? Fyrstu 4 myndunar eru geðveika spennmyndir. En hún er samt ekki bönnur 16, 4. Svo, nummer 5 af bönnundu 16, hún er ömuleg. Hún er þetta rust. Ég hérna, nú ætla ég að segja með 4, að ég sá hann sín tíma og hata hana. En for the wrong reasons. Ég var eins og, þetta er ekki John McClane og get ekki svo sagt, ég became motherfucker. Þannig að ég sett hana í videodækið núna og ég hugsaði bara, ég ætla bara núllstilla mig. Ég ætla bara að horfa á þessu mynd. Já, bara með opnum huga. Já. Og hún byrjaði og ég var bara svona, þetta verður bara góð hasamynd. Hún er svo leiðilegt mál. Já, þú veist þetta, nú er allt ramarslaust. Þetta er svo óspennan. Nei, þetta er fire sale, maður. Já, oh my god, ég trú ekki að ég hef gert þetta. Gert hvað? Það er fire sale. Og hvað er það? Power out. Nei, það var bara fyrsti hlutin af planinu. Já. En svo ætlaði bara að ræna peningum. Timothy Olyphant, hann var eiginlega að ræna upplýsingum til að knowledge is power og peningar þeirra stjórn þetta meira power en eitthvað annað. Já, en hann var að fara að taka alla peningana í lokin. Já, það er alltaf hann gæti fært fullt af einhvern peningum. Já, why not? En finnst ykkur, ég pínu sammála Bjögga, mér finnst þetta allt í lægi svona hasamynd. En mér finnst það ekki vera mikil dæhjartmynd. Mér finnst líka ekki gaman þannig að berjast ykkur að tech-glæpum. Ykkur að hakka. Að því að John McClane skildi ekki eins og hvað hann var að gera það. Nei, það var alltaf ekki að grína og hann bara svona veit, hann var gamli kallinn í nútímanum, skilur, hann að bjarga sér. Hann á ekki vera gamli kallinn. Það var cool og það er alveg eins og nummer 1 og 4, það kemur bara fram í 1 og 4, hann er alltaf að tala við vondakallinn, í gegnum síma eitthvað sem er og alltaf bara, herru, hvað maður ekki að göra, þú hlýtur, you must be running out of guys, I'm killing them all. Þannig að Timothy Olyphant sem vondakallinn er mjög góður, þeir tveir saman, mjög góð leikari. Já, flottur leikari. Mjög góð myndir. En fannst, já. Ég ætla bara að segja annað sem kemur svolítið inn á 4 og 5 á þess að vera að tala um 5. Hvernig getur John McClane legendi sem að karakterin er á þessum tíma hvaða fucking óþálandi börn á hann sem þóla hann ekki? En að rúm er að það. Pabbi, hætti, látum vera pabbi. Bæði 4 og 5, þau hata pappa sinn. Já, segja það. Hvernig getur þú hata John McClane? John McClane var pappi er John McClane. Þú veist bara, hvað er að því maður? Þeir voru alltaf standið með mömmunni, skilur þú? Já, pappi er John McClane, sko. En haldið svona, og núna bara blákallt. Að John McClane sé til. Nei, haldið þið að hann hafi verið virkilega góðu faðir. Bara sorry, ég bara Nei, hann var alkoholisti. Ég get ekki verið að fylla í þess að eyður sem myndin. Hann var alkoholisti. Ég bara sé myndinar. Hann var alltaf erjum við konu sína. Hann valdi ábygglega oft að starra sitt fyrir utan börn í svona fjölskyldu. Það held ég nú sem málið. Já. Svo auðvitað hafði gremmi Grænýja River. Þér finnst það bara cool. Hann er búin að bjarga heiminum. Kannski ekki alveg heiminum. Oftar en einu sinni. Hann er legend. Já. Hann getur ekki að labba flugullin í 2 þá bara, hey, John McClane. En finnst ykkur að fá eftir sem líður á myndirnar? Þetta er allt framhaldsmyndir, að í 4 þá varum búin að gera allt þetta dót, það sem er 1. og 2. og 3. Finnst ykkur að fá nóg mikið respekt? Nei, það er það sem ég segi, ekki eins og frá börnunum sínum. Nei. Gæinn ætti náttúrulega bara að vera með bara teimi metalífur á sér. Hann ætti náttúrulega ekki að vera að gera eitthvað 3 AM call og sækja eitthvað tölvulega. Nei, eitthvað krakka. Þú veist, hann ætti náttúrulega bara að vera bara með teimi og bara, herra John, hvað er það að gera núna, sko? Hann myndi ekki svona vilja það. Heldur að John McClane myndi vilja stjórn einhverju teimi eða eitthvað. Þetta er bara jobb sem hann er bara leiður á, skilur þú, og hann lendir alltaf og hann bara, ekki aftur með Jesus. Hann er bara svo góð gauður, hann bara svona skildu til að gera það, skilur þú. En ég horfði á núna, að við erum að fara á einu annað. Ég horfði á 5. í fyrsta skipti. Ég tók að raunni öfur röð. Ég horfði sérst á 5, 4 Já, nice. Já, og svo 2. Það er svo stutt sem ég sá 1. Ég horfði ekki aftur hana. Já. Og ég horfði á 5. og já, hún er sér á báti. En mér fannst 4 sjálfkrafa verða töluvert betri af því á nýbúin horfði 5. Já. Að því minningur á bara svona 4, þetta er slagasta myndin. En hún er ágætlega vel gerð.
Þetta er ágætt svona gott pacing. cohesive mynd og já, hún er svona í gangi allan tíman. Hún er pínu fyndin, góð actionættir, hún vel upp tekin, það er haldið algjörlega karakter hans, skilur, hann er að bjarga fólki, bjarga fjölskyldinu sinni, skilur. Fannst þú vera að horfa á sama karakter og var í fyrstu þreim? Nei, þú ert að horfa aðeins, þú ert að horfa eldri útgáð John McClane, skilur. Sem er hættur að drekka, hættur að reykja, hættur að blóta. Já, hann er að reyna betur sig, skilur, reyna að vera góðu gaur, ég fatt að hann lendir hann aftur í skítnum og hann er að reyna, þú veist, navigata einhvern heim sem, þetta er tölvuheimur, núna er allt svo tölvulegt og svona, hann er svona old school gæi í nútímanum og hann náði, það er sögurþráin myndinni. Allir gaurinir, allir með kardigaurar, byssur, öll tækni sem hægt er, fattur þú? Samt nær John McClane, þau komið fucking orustu þótt á hann. Þau komið öll tækni, bestu þetta er besta teimi af vonduköllum er í fjórða, því hann er með huge teimi. Hann er gamli kallinn samt að rústa þeim. Fattu hvað hann er fucking brilliant núna? Þú ert svona smá að... Já, algjörlega. Samfæra mig. Já, sko, en ég fer samt ekki að því að mér finnst total konceptið kjánlegt. Já. Ekki spennandi. Það er svo boring. Ok, það er búin að gert áður. Eitthvað svona, ég vil að stela upplýsingum, svona hakkari, ég fattu þetta alveg. Ég vil frekar bara hæst. Já, en þau eru að gera eitthvað öðruvísi, skilur þú? Já, en áttu ekki bara hættið til þriðju? Það er basically sem ég að segja. Hvað, þriðja er 95, hvað er 2007? Já. Já, það er hættið langt, sko. Já, hættið bara. Það er bara búið. Það er komið núna að sjötta, þarna með Klein. Það er sko að hún er góð, en Bruce Willis bara nennir sig. Hann nennir sig. Er Bruce Willis í mynd sem heitir McClane? Þeir eru eitthvað að tala um að gera mynd sem heitir McClane. Þeir eru bara að tala þessu mörg ár. Já. Er hann ekki jakka all mömmu minni? Er hann ekki vætið 55? Er hann 58? 29. Nei, 29. Hann er eldgamall, eða svona, ekki eldgamall. Hann er 60 okkar. Hann er 60 plus. Og líka, mér veist alveg sjást á hann eins í 50 myndinni. Já. Að því 50 er samt að lorðið núna held ég 8 ára. Hún 2013? Já. Hann virkar Mér langar að hitta það fólk sem gera mynd og hrækja alltaf. Förum aðeins, að við erum hvað sem er að fara allt. 5. myndin. Á, svo mikið bull. Þú veist, sko, þetta hefði frekar átt að vera bara Fast and the Furious 10 eða eitthvað, sko. Það var keirandi á okkur Willis ofan á bara fullt af bílum og ram eitthvað fucking brynjuvarðan bíl. Hey, what are you doing there? Þú veist, og sást ekki á bílum hans. Þú veist, hann var á okkur jeppa, alltaf ram eitthvað bara monster truck. Já. Þú veist. Það er ekki cool. Nei, bara, þú veist, mér finnst þetta ekkert. Ég hata þessa mynd. Þetta er ekki bara Bruce Willis með berettunum sína hlaupandum. Þið myrtu karakterinn John McClane. Af hverju hata þessa mynd? Það er ekkert sem John McClane. Þetta er ekki John McClane. Af hverju ekki? Þetta er bara, af hverju ekki? Nei, ég er bara að spyrja þig. Af hverju ekki? Ég bjó ekki til þessa mynd, Kíló. Fyrsta lagi. Það er ekki svona bardagsena með Bruce Willis í þessu mynd við einhvern annan gaur. Ég er að tala um hand to hand, engin bardagsena. Nei, það er rétt. Hann er skítsamum fólk í þessu mynd. Hann er ekki að reyna að bjarga neinum, fattirðu? Vondikallinn er hræðilegur, þessi gerfi vondikall og hitt vondikallinn. Hann er overhiti í þessu mynd. Hann er bara, hina myndinar er hann lamen, lendir, hann er bara, nei, bara dettunur, góls, sprengdur, þú veist, hann er overhiti, hann er bara, er ekki hægt að særa hann í þessu mynd. Það er ekki John McClane. Það vantar alltaf mannlega hliðina á þessu. Var nú bara svona overhiti þessari? Og ekki svona bara það. Það er svo latir í þessa mynd, þessi gaur, leikstjóri hérna, hann gerir líka Max Payne myndina. Ræður leikstjóri, sko. Þeir nefndi ekki að búið til ný audios, svo þeir notuðu audios dæmi úr nummer 4, þegar hann keyrir svolítið sérna. Got your best shot! Þeir tók bara sama audioið í nummer 4 þegar hann er á vörubílnum með orðstöðuna. Got your best shot! Djöðu skjafta. Ég sverða, googla þetta bara. Shit! Notaðu sama hljóðbút? Já! Og það gerir þetta tvisvar, þrisvar myndinni, hljóðbútur nummer 4 í nummer 5. Damn. Það er lazy. Þessi mynd var gerð af fólki, þessi leikstjóri greinilega hefur aldrei hort á dagherkmynd áður. Hann veit ekki, hann bara svona, já, hann svona, eðlaði Max Payne, hann eðlaði, maður sko leikinu voru geggjaðir. Já. Geðið ekki leikir, hann fræðileg mynd sem hann gerir. Fræðileg dagar 5 og þessi strákusleikur sonar, hann tekar Jai White. Jay Courtney. Ég hata hann að gaur. Hættir hann að láta hann manni vera leikara. Hættu þessu. Ég þóla hann ekki. Ég þóla hann ekki.
hætti að tróða hann í einhverjum bíómyndu sem hann að sjá. Ég var svo spenntur að sjá nummer 5, ég bara, yes, R-rated, yippee-ki-yay, Mother Russia, ég bara, Mother Russia. já, þetta var taglínan, yippee-ki-yay, Mother Russia. Maður ekki eftir því, jú, yippee-ki-yay, Mother Russia, ég bara, þetta er ekki taglína. Svo er hann svo myndi, ég bara, og svo, hann leggur líf annara fólks svo mikið í hættu í nummer 5. sem John McClane myndi ekki aldrei gera viljandi, fattur hann að keyra það eru senur sem hann að keyra konur í bílum hún, svona, John McClane myndi ekki gera þetta hann myndi skjóta gaur í vörubíl já, en þetta er bara svona aðstætt, þetta er bara skjóta byssur segja stóra byssu já, með eitthvað velbyssur já, bara velbyssur og þetta er hræðileg plottlína og þetta maður stila ykkur kjörn og þetta er að lélegasta shit en ertu alveg að fíla hana? ég þól ekki en hvernig fannst þið ykkur að því hún gerist í Rússlandi? Fannst þið ykkur það skemmtilega? Nei, það var henni að gera svona Born Ultimatum dæmi eitthvað gera svona Born Supremacy með John McClane þetta er svo aðstæðan líka með svona þannig bara John, what are you doing here? John. What are you doing here? Dude, I'm partying in Europe, man What? og þetta er það er langsótast að dót sem ég heit bara, hann fyrir í fangir sig ekki einhver sprengja hann er samt undercover bara, já, bara, what? Er það? Hann veit ekkert svona sinn Ég hefði verið til að vera á þeim fundir sem bara ok, þú ert captured bear with me, þú fyrir í fangir svo koma gæjar sprengja allt í tætlur ekki fara neitt þú þurft að bjarga gæjar þú ert bara, þetta er bara þetta er fárlega þið geti ekki sagt mér núna hvað plottlínan í myndinu var nei, ég ætlaði að spyrja ykkur nei, hvað er þessi mynd? þetta var bara eitthvað kjarnorku drast hvað er þessi mynd? svo líka, það var einhver kona sem er sveikari já, dóttir já, hún er að svíkja pappa sinn nei, það virkaði þannig en svo var hún komin svo var það fake það er fake já, alveg hún lét þá ná honum já, pínu dóttir út úr myndinni þeirra þú veist, ég horfði hann á daginn fyrir þetta podcast sem við ætlum að taka og ég er lost, sko, ég er bara ok, það var einhver þyrla hann í lokin það var einhver flogið inn í byggingu og hvað var það samt? það var þar segir hann yippee-ki-yay motherfucker, eða ekki? jú, ég held að var hann á flug og þyrli? nei, ekki Willis nei hvenær segir hann yippee-ki-yay motherfucker í nummer 5? ég held að sé en hann segir það allavega hann segir ekkert hana þetta var drastmynd fannst ykkur Bruce Willis að nenni þessu? nei mér finnst hann umurður hann er bara hérna fyrir paycheck en ég væri samt, sorry nei þegar kíla sæst sko, með þetta með bönnina John, what are you doing here? sorry, hún var búin að gera þetta í 4 Sistín var búin að hata hann í 4 hún elskar hann í dag, hún elskar hann í upphæði myndarinnar hún elskar hann þú, CIA agent eða var hann það ekki? jú, ég held að hataru legendi sem John McClane er þú ert fullorðinn maður, þú ert ekki barn sem að þú varst aldrei heima, grow up here hann var að gera þetta út af pappans er hetja, hann vildi vera hetja eins og pappan sin ef ég hefði verið þessi CIA agent í Rússlandi og John McClane myndi stoppa trykkið minn, ég veri get in já þú ert í mínu liði, sko hjálpaði mér já, ekki bara get out of the way, you're ruining everything bara, hey, þú mútti fara að skjóta skæði með brettunniðinu og þau springa en Gaurin er líka bara svo ógeðslega lélögu leikari og hann er svo litlaus Jay Courtney hann er svona fastur í White Jay Courtney, já hvað öðrum sýttir hann setti ég er alltaf hann settir í mynd ég maður lítur að síða hann er í stórmyndum hann var í Suicide Squad hann er líka boomerang Gaurin það er búin að tróða hann er líka svo hver er þetta? Okkur er verið að tróða um eitthvað? Af því að Hollywood er bara svona, já, þetta er leading man. Nei, hann er hundleðilur. Var hann ekki í, er ég að ruggla, var hann ekki í einhverju Terminator mynd? Jú, hann var í Terminator Genesis. Hann leik Kyle Reese. Já, ég nefndi ekki að horfa á það. Nei, hún er, ég veit ekki hvað hún er lélir, hún er Tired 5. Ég vil náttúrulega, hjá hverju var hann að sofa til að fá allir slutt? Svona no joke, sko. Já, ég skil ekki. Hann er ömulur, þannig að hann er eitthvað John, what are you doing? Ég er bara, hann er að þegja bara. Hvað heitir þetta? Svona lítið, svona bad. Svona, pappi mín er þetta, ég er að gera mín efinni. Þetta er svo fárarleg. Pappi, ég er að vinna. Og líka þetta, John. Já, John. Þetta er pappin. Svo mikla gremju, ég kalla ekki pappa, ég kalla bara John. Ekki fyrir en ég lok myndarinnar og það var svo ógeðslega gefið, það bara svona good job, dad. Það var eitthvað svona ógeðslega hallarslegt.
Hann bara, Sorry, ég er að tala með fullum munn, sorry. Já, þú átt ekki að tala með Pops með Ok, ég kem bara að döbba þetta aftur. Ok, þannig þið voru ekki hrifnir af 5. Já, fín. Hún var alveg, Já, hún er underrated, sko. Horfðið þú aftur á hana kíló fyrir þáttir? Nei, ég þarf ekki að horfa á hana. Ég er ekki við sem ég hef gert það, ég hef verið búin að sjá Ég man þegar ég var að horfa á hana, ég var svo spenntur, ég var svona, ok, og svo bara, það festist í hausnum með bara svona, oh my god, hvað er þetta? Bara, hvað er þetta? Svo svo ég hérna, Jai White-gaurinn, hvað er þetta? Þetta er Courtney Jai. Þú ert að drepa bjöggaðina. Hann heitir Jay Courtney. Þetta er fáralista nafn ever, fá þér alvöru nafn, gaur. Já, þetta er Jai White. Jai Courtney. Jai White. Ert að hugsa um Michael Jai White? Já, ég er ekki svona, já. Allt annað leikari Allt annað sem leikari. er svalur. Já, hann er svalur. Hann heitir Jay í síðasta skipti. Hann heitir Sá Jay ekki tíman hérna, Hann er ekki bara að munna það, ekki, ég heldur svo. Af því hann hatar það mikið. Jai Courtney. Hann er ekki að meira það. Já, ég veist ekki eins og Það er Jay. Sá ekki Var ekki Jay? Var Jai White og Jay Courtney? J-A-I. Jú, ég veit ekki hvað maður segir Jay eða Jai. Jai. Whatever. Eitthvað sem er Sáuð leiðilegt. eitthvað Ok. tíman, við telum við hérna með Kevin Smith þegar hann var að tala um að vinna með Bruce Willis í dagar 4. Nei. Og svo gerði líka cop-out eftir á. Já, Æðisleg mynd, ég sko. sá hann ekki. En hérna, Bruce Willis er einn af hérna svona idolun hjá Kevin Smith. Já. Og bara, wow, yes, ég fæ að leiki mynd með fucking John McClane, maður. Og bara svo æstur. Svo var hann eitthvað svona behind the scene, hérna á okkur setti. Og hann stendur fyrir þann, hérna, einhverju götu með Bruce Willis að með þeirri setti. Kemur einhver gaur, svona fan, oh my god, Die Hard, Die Hard! Og Kevin Smith lítur hann bara svona, it's awesome to have like fans like this. Og Bruce Willis snýr að Kevin Smith og segir, I hate the people that scream Die Hard the most. Hann bara svona hata sín eigin aðdánd, hann er bara fáið. Já, ég hef nefnilega að sé fáið því miður, sko. En ég elska alla hasamyndina hans. Vá, ég er að sjá núna á til Nakatomi. Ég mætti sérstaklega í þessum ból. Fyrir hennar Hvað það. er lett í? Nakatomi Corporation. Ég er einmitt í hérna, Yippee Mother Russia. Ég bekæði Mother Russia. Var það gets? Nei, hann að tagla Var ekki, það var taglinn á plakartinu. Ég nefndi bara, já, ég sá Hún hana heita Good Day to fínt. Die Hard. Ég bekæði Mother Russia. En í hvað Die Hard mynd er besta actionatrið? Bara eitthvað svona atrið, bara eitthvað svona actionatrið. Fyrst sem þetta er í þakið og eitt, sko. En Hvað það er bara er fyrst að sem gera þetta er í þakkinu? hug. Hvað, það gerir svo mikið á þakkinu? Hvað? Þarna, Þegar hann hoppa fram á já, og... þannig að hoppa fram á þegar eldan hann var vélbysuna og hann er komið með að vísa með machine gun. En Það er eitthvað bara fyrsta sem þetta tjú. Er það betra en hann snýja 360 á Bensonum í nummer 3? Ga, bara í rigningunni. Bara crazy. Eða liftatrið? Liftaði trið. Með byssuna hérna og svona Já. fengið rúsneski gurina. Tjópa. En það er bara svo stutt að þetta. Ég fór ekki eins og þangað. Ég hugsaði bara um eitthvað klung. Þú varst að hugsa um eitthvað svona sprengingu. Já, ég bara hugsa, ekki bókstæðlega sprengingu, en ég var bara að hugsa um bara... Já, þetta er rámt hjá þér samt. Já, Þetta er rangt hjá það. Líka atrið í fyrstu myndinni, mér finnst það geðveikt, það skýtur gæðningin úr borðið. Já, það er hann svona... Skýtur í lapp Fyrst, og já. kirkja, það er geð. Oh, Það er God. ekki atrið. Segir ekki Eiginlega svona... öll Thanks bestu for the atrið er advice. fyrstu. Já, you should have killed me! Eitthvað svona. Já. When you have to jab! Já, hvað segir John McClane? Hvað er one-liner? Svo segir eitthvað good advice. Thanks for eða the eitthvað. advice. Skýtur Tæmir hilkið bara. Empty the clip. Og maður sé bara svona blood package í Já, löppunum að ég leika. fór- Geðveikt. Þetta er svo 90s, þetta er svo gæð. Bring back blood packet. Já, þetta var svo gæð. Þetta er svo skemmtilegt. Það er geggjað. Ég elska bara alla þessa karaktera, þó ég mun ekki þessu hver var hvað, það er bara svona, Karl. já, Hvernig fíluðu Karl? He wasn't lying about Marco, he's down on the street. Já, þetta var sem setningu. Það var hann hendi makka út, af því ég sagði, maður tengd aldrei við þá, fyrir það sem bara, he wasn't lying about Marco, he's down on the street. The other one was, But Henrik had the detonators. the detonators. Þú fætti detonator. Og það segir að nöfnum voru bara dögn. Ok, ég veit ekki hver þetta er, en ég veit bara þessi liggur á göðunni, þessi var með sprengjurnar. Ég held að vera þannig að gæði sem var skotin, það var Marco. Sem var upp á borðinu. You should have killed me, hana, gaurinn. Já. Hann er skotin í drasl. Hinn var gaurinn, hann ljósar með krullunda sem að var hann Hendur hann ekki skotið síðan fyrst. eitthvað fram af? Er það að rugla? Já, hendur hann gegn rúðuna þegar á löggubílum. Já.
Ég man ekki nöfnin á þessu gaurin. En þá kemur Karl með ljósa hárið þarna. Gar. Já. He wasn't lying about Og hver var bróðir hans sem hann drap? Veist, hann Það var fyrsti. Það var gaur með glerun. Já. Svíi. There are rules for... You won't shoot. You won't shoot me. There are rules for... You are a policeman. There are rules for policemen. Segir Hvað segir hann síðan? Þegar hann setur hana... That's what my captain keeps telling me. Og þá... Já. Hefur ekki bara leika Þetta er besta myndin. Þetta er besta Þetta er svo góð mynd. En það atrið líka, það er besti þann gæja, af því það ságæi virkar eins og svona date-rapist. Já. Með glerun. Glerun í Hann er fjöldamál ekki bara... hver er joggingalla í hæsti? Mundir þetta ekki vera bara í einhverjum comfy fötum? En áttu ekki lengi svona svíabræður? Við erum svítis. Þeir voru samt þjóðverjar. Voru allir þjóðverjar? Já, en hvað, eru svíjar allir í joggingalla? Ég veit. Ljósherðir. Já, en hann var bróðarast. Það atrið, það er besti John McClane. Það er alveg cool atrið. Já, með Það býtur hann á hálsuð, þetta er stíðan á hann. Já, mjög gott. Það er líka eitt sem gaf eins og gömlu late 80s, 90s myndir. Já. Þú sérð alltaf stöndar hana. Já. Maður sér alveg, þetta er ekki Bruce Willis. Og svo númer 5, þetta er bara allt CGI shit. Já, það er ekki skemmt. Það er svo góða línur í eitt maður. Ég elskar það. En besta haðsættu, eru búin að negla það niður? Við vorum allir með sikkort, en ekkert mál. Nei, ég veit það ekki með, bara svona... Ég er bara þakkið, sko. En það er það eitthvað spennandi? Er þetta ekki bara eitthvað svona eitthvað skjóta handli, bara eitthvað? Ok, Já, það er alltaf mjög voða- spennandi hann í liftinu þegar Það er cool, það er eitthvað hann blóðu öskra á, dati. hvað, Toto. Hvað heit gaurinn hana? He doesn't speak any English, do you, Toto? Nei. Hvað hét hann? Gæði sem tala ekkert ensku og setti löggumarki á sig. Já, Skautarur sinn, já. Hvað hét hann? Aro, já. I don't speak any English, do you, Otto? Bóbó. Alltaf að segja það, Bóbó. Ég ætla að segja Bóbó. Nei. Bóbó. En það var cool í liftunni þegar hann sér að þeir eru búin að setja Það var gæð. Það var cool. Það er náttúrulega sama númeri sem... Löggnúmeri, hattert eitthvað, bla Hattert, bla. 6991 every year. Það er sagturinn í byrjunni þannig í tröknum. Já. Mér finnst það cool, svona callback í það. Og McClane skýtar alltaf gaurin í, það er svo geðvitt atriði. Einu annar fun fact fyrir Hvað er dagur 3. Handritshöfundur nummer 3, þegar hann skrifaði þetta handrit, og já, vissi að dagur 3 er eina original screenplayið fyrir þann fyrstu 3 myndunum. Heitir og byggt okkur á bækum. Já. Já, þegar hann skrifaði þetta, hann var með svo mikla alvöru upplýsingar The Gold Reserve í Bandaríkjunum. Hann fekk sko viðtal frá FBI. Þau bara tók henni í yfirheyrt, bara svona hvernig veist, þau bara, þetta er satt sem hann segir í myndinni. Þú heldur að gull er í Fort Knox, en það er allt í The Federal Reserve í New York, skilur. Þetta er alveg satt. Er það satt? Já, þetta er allt sem þau voru að gera í myndinni. Þetta er satt. Svona, þetta er hægt. Það var eitthvað svona mestu gull er þarna, lalla, ef þú slærir út þetta með einhverjum sprengingum, þá losnar þetta. Hann vissi allt og mikið þetta, handriðshöfundin. Það sem finnir. Mér fannst þetta ekki bara svo cool, þú veist bara. Þetta er cool. What do they have shitload of? Gold. What do they don't have? Schools. Alla löggundur farnar að leita ykkur sprengi í skólum. It's Christmas, man. Þetta er svo cool. You could still City Hall. Still, þetta er góð lína. Og tónlistin er geðveik í þriðmyndinni. Enda atrið eðra, hún er verið perfekt, þau bara fundið bitir endir. Já. Mér finnst þetta, já, þetta er svo góð mynd. Hvernig voru að fíla að því hún er sett upp og þeir að lesa ykkur þrautir? Enda á því að Sus og það líka fyndi í taxanum. Þannig að þurrka blóða sig. Hey, thanks, hey Sus. Hey Sus, do I look Puerto Rican to you? Puerto Rican to you? Þetta var geðvitt atriði. Mér fannst þetta Tarantino-legt atriði. Já. Bara þetta back and forth. Hann er greinlega búin að puncha upp þetta handrit. Já, ég vissi það ekki. Nei, ég hef aldrei heyrt það. Það meikar alveg pínu sens. En það er eitthvað þetta atrið sem er þannig. Samuel Jackson fekk hlutverki út af Pulp Fiction. Þeir fengi að sjá skrýning af Pulp Fiction. Skilur, og þannig fengi hann hlutverki. En líka kemistri á þeim er geðveikt. Geðveikt. Þeir eru geðveikir í þessar mynd. Þetta er hann upp á sitt besta, Bruce Willis. Já. Ángríns. Já. Hann byrjar sammála. Í Fifth Element er svona, hann er ekki alveg nenni þessu. Hann er samt alveg... En það er ekki sjarmurinn. Hann er svo jaded af Hollywood, skilur, búin að vera giftur og tapa peningum, orkulisma. Og skilja við Demi Moore. Já, þetta er bara, veist, Já. það verður svona frægur. Unbreakable. Já, ég er sammála.
Jú, En það er hann var náttúrulega ekki, góður það í er náttúrulega alltaf öðruvísi kannski karakter heldur en, Svona stoic karakter. já, Djúlega eðilöðu glasmyndina. fórum við ekki saman á hann í bíó? Já. Þessi letdown var hún maður. Það var svona gott koncept, bara svona, já. Og bara svona, já. Oh, what? Drast. En voru það að fíla þetta svona... Svo fyndi, drast. Drast. Já, hósta. Klára þetta. En voru að fíla sérst þetta svona... Sett upp eitthvað svona þrautir og höfðu ekki... Já, Þetta er mest spennandi Þegar er lúmst gaman að því. Það fyrir eitthvað svona, þannig með vatni, eitthvað, Ég hvað er var þetta? bara, þetta er ekkert flókið maður, gerir þetta bara? Ekki bíó því ég var 12 ára samt. Nei. Now see me get the payphone before 10 minutes. Þetta er eiginlega mest spennandi dærmyndina með 3. Því hún byrjar strax, búm, spennandi. já. Og hún er spennandi alveg út í gegn. Hún er líka bara svo skemmtileg. Það er gaman að sjá þá saman. Þetta er svona buddy cop dæmi. Já. Og þeir að fara svolítið í gegnum New York, keyra hann að garðin. Það er líka Heimabæina. geggjussetning þar. Hvað er það? McLean, are you aiming for these people? No, maybe that mime. Maybe that's mine. En málið er bara með þessa mynd. Það sem gerir hana spennandi er ekki bara, er þessi byssugaur að fara að koma hana? Það er bara, hvað er að fara að gerast? Já, Af hverju er þetta að, þú veist, bara að þegar hann er að tengja allt saman, bara 14 vörubílar, þú veist, keyra þarna, þú veist, allir skóla, það er engin sprengja. Að þegar gullið er bara hér, gullið er farið, hvað er 42 mínus 21 og, þú veist, Já. þessi skóli og bara... Það er svo mikið í húfið þarna, í þessi mynd. já. Gleymdi öðru alternate ending af myndinni. Hún Á þriðju? Já. Já. Hann sleppur, Simon Says-gurinn, og þeir eru eitthvað svona, taka töskunum sína að fara upp ykkur bíla og þeir sjá svona eina sprengjutöskuna frá einmitt með vatninu og hann átti að segja anybody have a water jug og svo átti að springa og hann dó af sína eigin sprengju. Það er ekki alveg. Ég veit, en þetta er samt einu af hugmyndunum sem Mér finnst þú samt betur en hvað hún er það. Já, það er svona dreft óvart. Hatið þið síðustu tímundar. Ég hata það ekki. Mér finnst það bara svo skrítnar. Mér finnst það bara svo... Þetta er svo mikið svona bætt við. Þetta er svo augljóst svona bara, ok, við þurfum annan endi. Já. Og líka bara þetta... Ok, það er eina sem að þegar John McClane stillingur að tengja saman punkta, þegar hann tekir verkeftöfnar, horfir á hvaðan þær eru keyptar. Það er gott. North of the border. Þá er ég I bara like that. Aha. Já. Það var aðeins svo mikið fyrir mig. Að þetta bara, hey, we need a team. We need to Go north of the border. Að það hann er svo verkeftöfnar við þann og þeir eru bóttið farnið þangað. Hefðu ekki annars bara hugsað það? Þeir eru bóttið að fara yfir landamæri. Jú. Ég meina heldur hann að væri þar eða eftir það. Þeir átt að slást í endrunum. Ekki hann upp í þyrl og hann eitthvað minni. Þeir átt að bara mætast. Bara einn og einn, one on one. Bara eitthvað þvílíku bardagi. En climax bardaginn er við, sem er enda geggjaði bardagi. Það er við, hvað heitir hann? Gaurinn hann að... Sólglerun, Já. Róttu. Sem Oscar hann. Já, sem er eiginlega bara eins og stóri ljósari nummer 1. Já. Lemur Það hann er í góð tættur bardagi, kemur svo Það er góð bardagi. Með keðjur There og is það. no Já. gold. Hendur ykkur svona... Var ekki líka keðja nummer 1? Jó, Jú, hengjan í keðjur. En ok, þá er ég líka spurning í fyrstu myndinni. Er það ekki pínu kjánlegt Hann kom þegar með- Carl kemur Já. aftur? Og En þú þurftir að fá Al til að... Hann þurfti að vera Demon ég veit að hann þarf að komast yfir þetta. Ég skil það alveg, en var það ekki svona pínu... Alveg óþarfi. Það... Eða ekki breytt neinu. Nei, það var sko... Fyrir utan að það sem ég heldur að segja pínu kjánlegt að hann hefði lifað þetta af og komið hana. Það sem ég er kjánlegt er í rauninni að... Hann er svona með frakka. Hann er að leika tækifærinu. Með risabyssu. Í staðin fyrir að... Þá... Þú veist, hann er að reyna þetta að skjóta sig. Já. Hann var ekki svona bendin, hann var svona... Shit. Hann var greinlega búin að hafa fyrir að komast út, sko. Já, hver er ekki að fylgjast með honum? Svo bara- Hann er svona langa byssu. Hvað eru löggunar að Þú gera? stendur að bara... Já, þetta er simpurinn. Þú veist, er hann að fara að gera eitthvað við þessa byssu, eða? Nei. Þú veist, það var svona... Að ég, Nei, ég fyrir ekki. ég fann það pínu þegar ég sýndi kærasta með þessa mynd. Hún hafði séð dægjart. Ég var að lendi í sama heima hjá mér, sko. En Silja fylgdi mér allar myndina. Horfðu hún allar? Og fannst þetta skemmtilegt? Já, hún fylgði það. Ok, að því að Guðni kærasta mín, hún horfði fyrst myndina og þegar rétt á hann að kemur þess aðrið, ég fann það bara, ok, hún fíla ekkert mikið svona hasamyndir. Nei.
og henni var svona að fara pínu leiðast og ég hugsaði mér, fuck, ég pínu stressa núna þegar Karl kemur aftur af því að ef þú ert ekki að fíla myndina þá er þetta alveg svona ekstra kjánulegt konur fíla bara ekkert mikið hasamyndir svona hasamyndir, þetta er svona guy thing það fíla það en ekki eins og við erum bara svona, já, byssu, við elskum byssur skilur þau, blóð, byssu sprengingar ég er búin að fá nokkrar konur í þáttinn, alltaf 2-3 sem hafa myndið sagt þetta, bara eitthvað byssumyndir hvernig nennið þessu einmitt, þetta er bara eitthvað svona ég dyrki það já, ég meina, what's not to like skjóta allir drasl það er bara fínt, þetta getur bara verið our thing en það er eitt sem finnst líka svolítið töff, ég fór að pæla í þessu og horfa þar aftur að það er svona lítil atriði, svona stutt eitthvað svona character moment sem gera alltaf mikið fyrir myndar, sérstaklega sem ég man eftir í 1. og 3. eins og það er gæi næsir í nammið fyrir að býða eftir en það sér í hérna Baby Ruth hann horfður eitthvað svona nammið og svo tegir þessi í eitt og fæði sér bita crunchy eða eitthvað, ég man ekki mér finnst það bara svona skemmtilegt svona alveg sammála því þeir eru alveg svona, það hefur verið ekta atriði til þess að stytta, kötta út en það gaf þessu einhvern veginn svona þetta eru hardcore hryðverkamenn en þeir fíla svona súkkulaði ógeðslega sammála það er smá waiting game í gangi það er ekki búið að vera matatími akkur myndi maður myndi potið já, og líka þeir eru kostum að ræna alltaf peningum við erum bara stúta fyrir fólki það skiptir ekki máli að þú stelur henni súkkulaði og það er ekki eins og þessi skipulega matatími það er ekki bara svongur já, og hann veit ekki hvað hann er að fara að bíða lengi hana annað í 3. myndinni blóðsykurinn frá mjög lágur þetta er þetta fósir hann þurfti súkkulaði og í 3. myndinni þegar að löggurnar eða þessast glæpmennir eru löggugerfi og taka skjaldurskul og þeir segja það sama og Samuel Jackson bara eitthvað hei, það er eitthvað krakkar sem getur, þú erum að taka þetta þetta er svona moments eða Bruce Willis gerða ekki, manni hvort það var en var ekki 1 og 3 skrifað sama görnum það er sami görn sem leikstýrir nei, líka Stephen nei, það er ekki sami 1 og 2 það er ekki sami, það er sami leikstýr Stephen E. D'Souza skrifað 1 og 2 það getur verið, hann skrifað allavega fyrstu en það var svona þessi atriði eru svolítið sammála það gefur svolítið mikið það er eitthvað karakter það kemur svona human thinking í hérna vondakallin þetta er ekki vélmenni annað sem er mjög töff það er vörubílstjórinn í 3. myndinni gamla kallin með hjóðskeggið hann er alveg karakter allir auka karakterir í dægur 1 og 3 eru góð og löggunni líka allir auka karakterir eru góðir því þetta er fólk sem þykir vænt þetta source material they really love þessa myndir þess vegna er 1 og 3 bestu myndinar þetta er allt orginallið, orginalleikstjórinn og framleiðandi og fólk sem elskar það fyrir að Joe Silver, hann var ekki að framleiða með 3 hann var ekki 3 nei, hann framleiði 1, 2 og svo lenti einhverju erjum með Bruce Willis og eitthvað veginn mér finnst það svo gaman að það er sett svo mikið púður í alla auka karakterina þú sett bara eins og með bílstjórnum mér finnst cool að það er hann sem segir í 3 Chester A. Arthur það er fórstu já, auðvitað, bara svona random og þetta var greinlega ekki klágaur þetta handrit hét Simon Says fyrst já, uppalega en var það sérst uppalega bara með eitthvað random gaurum og svo það var Lethal Weapon og svo Die Hard bara random handrit, skilur átt að vera Lethal Weapon 4 skilur og þau vildi það ekki, svo þau breytta í Die Hard 3 og endurskrifa að fengu fólk eins og Quentin og fleiri til að punch up til að breyta kannski dialog og svona breyta dialog bara til að breyta það átti ekki að gerast mjög hnílt og þetta gerist í Los Angeles eða eitthvað hvernig voru að fíla Jeremy Irons? Geðveikt ég fíla hann mér finnst það geðveikur í þessu já, líka röddin hans líka þegar þú spilaði leikinn þá var röddin hans alltaf að segja við því að ná þessu phone booth nei já, alltaf svona Mr. McLean og svona gefindi mér fannst það geggjaður og mér fannst besta atriðið þegar þú sem býtur egg nei, var ekki epli þetta var egg það var hardboiled egg byrju hvað til þessi í 3. myndinni í bátnum í lendan Samuel Jackson það er að skjóta Simon já bara hvað er sprengjan? tekur öryggi af býtur í egg hann er bara svoðið ekki það er grjóthart og hann haggaðist ekki hann sá bara öryggið á hann þarf prótínið sitt hann var í þvílíku þormi hann bara djöðlega elskar það hann prótínið minn upp að segir þetta eitthvað svo take the safety off take the safety cap hann bara það er ekki aðveikt hefði ekki annað verið hægt hans grúp var svo góður
Jeremy Irons þurfti líka að vera svona svipuð dúr, svona chillaðir, búin að hugsa allt út. Hann eins og bróður sinn, hann búin að hugsa út fyrir öllu nema John McClane. Nei, hann dró hann viljandi í það. Hann notaði til að distrakta alla. Hann vann mat, John McClane. En það sem hann gerði við. Þú segir samt svo ógíslega rétt með hvað hann eins og bróður sinn, að hann var sama bróður sinn. Þetta snerist ekkert einhverja hefnd. Þetta snerist bara hann fucking hægst. Og hann var svo geðveikur í því og það bara nákvæmlega eins og hans grúpu var. Þetta bara peningar og völd. Þetta gert ég að þú veit að þetta trilogy dæma, alltaf þriðja myndin í trilogyum á alltaf að tengjast við fyrsta myndina svona fortíða. Ég fíla þetta. Já, þeir talast þetta, var það ekki í Scream? Þá var að fara í svona slasher-formúlu og trilogy-formúluna eitthvað svona. Jú, ég hef bara ekkert pælt í því. Þú þarf ekki að Scream þátt. Ég er búinn að því. Hver er með það? Kíló. Þú er búinn að gera 100 þætti. Þú horfður alltaf 100 þættina. Hvað ertu búinn að sjá marga? Svona 12. Er það? Já. Ok. Hefur séð eitthvað með mér? Nei. Ég horf ekki á samkeppnina, sko. En eitt í sambandi við, ég er búinn að gera Scream þátt. Ég gerði það með Nönnu, vinkonum mér. Ég kýtti ekki. Þú glóðar það. Ég elskar Scream. Já, ég elskar það líka. Og Björn gerir þetta líka. Þú elskar Scream. Já, sorry, ég tala Scream. Munu þau koma út í bíó? Það var alveg frenzy. Það er Íslandi. Það bara, nummer 2 kom út, bara það er að fara í bíó. Það var allir í bíó. Þetta var svona, síðan hvenær varstu svona hype til þessu kvikmynd? Ég man ekki eftir neina myndasýrjur að menn á lífi. Jú. Nefndi eina myndasýrjur sem var svona mikið hype. Sem við upplifðum. Og við svipa aldrei. Ég meina... Ertu þá ekki að tala Lord of the Rings og eitthvað svona dót með... Nei, ekki eitthvað svona... En Dark Knight? Nei. Ekki? Það var mega hype. Já... Ertu að tala low budget hryllismynd? Nei, ég man bara hypeið. Það sem ég svolítið að tengja við þessum mótu er að mér leiðis ég var að fá skólaball. Það voru allir á mínum aldri bara fyrir utan bíó. Þetta var undan internetsins, allt svona dæmi. Þetta var bara, það var bara gathering. Það var bara... Það eru allir hana. Það þýddi meira, því þetta var ekki á netinu, þú sást ekki sjónvarpinu, þú ert heppin að sjá eina auglýsingu, skilur? En ég meina, er þetta ekki alveg í dag? Við erum bara þessu gamli kallar, við erum ekkit úlingar núna, er ekki einhverjar Marvel-myndin þar, er það ekki bara eins fyrir þeim? Þessi krakkar ekki að taka þetta alltaf á netinu. Þetta er ekki alltaf á Disney Plus. Jú, en þetta er allt byggt á fyrrund efni, þetta voru pjúra orginal myndir, það er engin bækur sem byggt á þetta. Já, þú meina þannig. Bara algjörlega sitt eigið dæmi. Já. Skilur, þau eru ekki með 50 ára sögu. Nei, það bara kom út allir bara, wow, Scream! Svo það er bara Scream 2! Það bara allir brjála. Ég fór 3 í bíó. Bara, það aftur að Scream, já. Scream 1 var svo gæðug, sko. 2 er líka, já, 2 er góð líka. Það er alltaf skemmtilega en 1 er auðvitað best. Ég líka Scary Movie myndin er komið, oh my god, það er ekki að grína. Skilur, það en fyrst er bara góð, svo búið. Nú, 1 og 2. Hvað 2 fyndin? Þetta er einu myndi sem Wayne gerði. Var það ekki 2? Það var enda pínu fyndin. Með hendina, já. Taste my hendi. Fór hann ekki eitthvað svona búðing eða eitthvað? Kartöflustöpu. My terms. My terms. Það var enda pínu fyndin. Það var tala Wayne's bræður. Shit, ég reyndi að horfa á Don't Be a Menace um daginn. Er hún hræðileg? Fokking slögt, sko. Er það? Banna að tala illum Wayne's bræður. Sorry, þetta var svo mikið uppátt hjá mér, svo bróðaði ég áttur og ég var bara hvaðan yktur hann, eða ekki Marlon Wayans sem var hann, og ég var bara ég gæti ekki horta hann, Break yourself, fool! Já, þetta var, í minningunum var þetta bara svona flip, þetta var bara svona Guð minn almáttur. Fílar þú ekki White Chicks heldur? Elskar White Chicks. Og þess að Biggie svaraði þessu ekki, hann hló bara. Annarkvort hló. Að fíla Wayans bræður er svona mjög kanalegt, sko, ólst upp í þau, horfa sjónvarsþættina. Þú fílar White Chicks? Já. Er hún skemmtileg? Hún er, pældi hvað þið reyndi að gera sem mynd í dag. Nei, það er ekki hægt heldur, en þú veist, það er ekki hvað þið þorðið þá, þarna var þetta bara allt í lagi. Já, nei, þetta var ekki til leið. Málið bara back then, fólk var ekki svona hugransátt yfir öllu. Ég segi það, þetta var allt í lagi. En líka, heldur þú samt virkilega í dag? Heldur þú að þið eru svartir? Já. Þeir mættu örugglega gera grína hvítu fólk í dag, en þú er ekki snúið við. Ekki í dag. Halda ekki? Nei, er það brjála? Þetta er cancel culture döðan sem. Er það brjála ef að Wayans bræður kemur White Chicks 2? Já. Ég held það. Er það? Það er bara svona, þú veist, bara
halda einhverju línu, sko. En eins og Tropic Thunder, Robert Downey Jr. Þetta var einn byrjun. Bannað. Það ennþá að vera Bannað í dag. að reyna að cancel hann út af þessu. En það fárán. En hann að gera grín hversu leikarar eru fáranlegir að þurfa að gera þetta. Þetta allt satire, fattur þú? Ég veit það. En fólki sem eru fúlt yfir þessu bara veit ekki betur, þau eru bara fáfróð, bara ignorant, veit ekki betur. En ok, White Chicks, hvernig fór það út í þessum ræði? Ég veit það ekki. En Bruce Willis leikur í White Chicks, neitt. Ég veit ekki, hvernig tengt Sjá við... myndband. Sjá myndband. Ég datt alveg út. Hvað var það að tala um? Við vorum að tala um þriðju. Það er 6. Já, þú pæli hvort það er tenging frá þriði í fyrstu. Já. Ég er ekki alveg kláraði, örugglega, ég hef ekkert kynnt mér almennilega. Við fórum frá Bear 3 yfir í Scream, yfir í White Chicks. Yfir í cancel culture. Cancel culture. En það er eitt sem ég veist líka ógeðslega töff í þriðu, fá ykkar álið. Það er búið að segja sér sprengja í skóla. Og það er gett spennandi. Og þeir finna sér sprengjuna og maður er bara, shit, þetta er ykkur risasprengja. Þeir eru búin að byggja þetta upp, þeir eru búin að sjá bara hvað einn bíl dropi gerir. Þannig að maður er bara, shit. Þetta er svo gott handrit, Ég maður. veit það. Og svo vestir í þessi mynd. Svo kemur í ljós. Þetta er ekkert alveg sprengja. Hvernig var að fíla það? Ég get ekki sett hann að ég elski það. Ég dyrka það. Því það gerir Simon meira mannlegar, hann er ekki algjör skrýmisli, skilur. Nei, Þetta snýst líka bara ekki um að sprengja skóla. Nei. Snýst bara um að ræna pening. Bara verið það smartest guy in the room, bara hann það gáðar, hann búin að leika öll, skilur. Svo góð vondi kall. Það er snúðu sér mæki núna í kíló. Ég er svo brjálegur White Chicks er geggjuð. Mér fannst bara Þú svo er að gera White Chicks þátt. með kíló. Ok, hún er ekki það geggjuð, Menn að bakka eins með hennar. En þú veist, það er fullt ykkur bröndurum eins og svona, once you go black, you go need a wheelchair. Þetta er ekki að fyndi, og gerði hann rúlandana, skilur, þú veist, fullt að gerði með hjólastólum því að svaf hjá svartagörnum, þetta er ekki að fyndi. Kemur gaurinn hann eitthvað, give me slice of that, baby. Oh, you looking at my lumps? You looking at my lumps, son? Þetta er alltaf fyndi, I like it. Má hlæja þessu svona. Já, En það. já. Það er að klippa þetta úr þættinum. Hvað var ég að segja sem var eitthvað? You're looking at my lumps? Once you go black, you're gonna need a wheelchair. Er þetta eitthvað... Hver myndi vera mókaður við þessu? Nákvæmlega, þetta er bara hróm. Mér finnst líka alveg fyndið, eins og þegar ég horf á stand-up grínista. Ef þú ert með svartan stand-up grínista, hann er ekki að grín að hvítu fólki. Já. Mér finnst það oft mjög fyndið. Já. En er það bannað í dag, eða? Nei. Er það ekki samt? Nei, grínist eru alltaf grínist það, skilur. En eina sem búin að breyta þessu comedy heimi að þeir eru alveg svona real, eins og Dave Chappelle og fleiri, þeir eru hættir að fara til háskólans. Já. Þannig að þeir eru svo, bara svona, neutral zone, don't use gender language, og svona dæmi, bara svona, comedians nenni þessu ekki. Nei. Það er enda rétt. Af því mér er leiðilegt ef að það er alveg tekið út. Algjörlega. En þetta er getur oft verið fyndið, eða vel gert. Ok. Hvað er það að tala núna? Það bara út. Lítið og Apple. Ég fyrir sem White Með allt Chicks. þetta öfgadæmi, eins og tala núna, má ekki grínast með eitthvað. Þetta er að fara að springa, þessi kúli er að fara að springa. Þetta er komin svo til öfga, við þurfum allt svona, síminn, alltaf þegar svona öfgasýttir að koma, eins og kemur svona öfgatrú eða lalla og svona öfgat cancel culture. Þetta voru svo mikið, fattur. Þetta er bara natural progress á svona society. Þetta er að vera svo öfgakent að það mun springa og við byrjum aftur upp á nýtt. Þetta er bara svona afturhingur, bara svona history repeats itself. Ég ætla ekki að snerta á þessu. Ég ætla að segja við svona 5 ár verður allt í lagi hægt að gera grín hvað sem er. Aha. Já, við erum búin með svo miklu entitled samfélagi núna. Við erum allir narcissistar. Við búum allir með likes og stories og ég er segur þetta líka. Og börn bara lifi fyrir þetta. Börn eru hræðilega á netinu. Þetta er hræðileg. Og ekki vera TikTok, ekki láta samfélagsmiðla alveg börnin, skilur. Hætt að kenna fólki á samfélagsmiðlum barnið sjáðu bara þeir barn, skilur. Fattur, og ég er að fara aftur djúpt í það. Ég var líka bara svona sokkin. Ég lendi oft í. Minnum á dag 4. Já, kemur því álafátt. Var að tala social media. En, fyrir maður aðeins í 4. Já. Maggie Q. Love Maggie Q. Hún leikur alkonuna í 4. Second hand, hún er bara number 2. Mér var svo drullu töff. Hún er drullu töff. Göggi. Já, mann, eiginlega ekkert eftir nýði. Hún er svo lítil Terminator gæla. Hann þarf að keyra bíl á hana. Hann bara, sama, þetta er eina manneskan sem
sem John McClane ekki róð, ekki neitt. Litla asíska gælan, karate-gælan, hún stúd honum, bara eins og ekkert væri. Hann þurfti að keyra bíl á hana, það ekki nóg. Já, Þau hún þurftu að dettur niður droppa lyftuna. bílnum. Það er cool atrið, sko. En í því atrið, ég fór að hugsa því núna eftir að við tókum upp, þá varst þú að tala að Hollywood í dag, Ég man til því, voru að tala að kallar ber ekki konur. Já, kallar geta ekki bara konur, geta ekki unnið þær eitthvað. Já. Hann, ég veit að hún fór 2007 sem mynd, en hann alveg að berja hana. Já. Og hann vinnur. En hann ekki að drepa hana, það bíl sem drepa hana. Já. Hann skýtur hann ekki hausinn en eitt skilur. En já, þetta var svona dansa línan hana, fattur þú? Hann að berja hana, en hún að sigra hana tíman. Hún rústur hana. Já, ég skilji. Ef hann væri bara, hún bara blóð, skilja eftir, fólk myndi ekki fíla, fattur þú? Og myndi bara liggja í blóðum. Já. Það var þessi eina góðu Once Upon a Time in Hollywood. Bara Já, Það er rosalega. Ég spólaði tilbaka. Ég þarf að horfa á seinustu 20 mínútur á þessa mynd. Það er svo uppbygging. Hann tekur hana, tekur í háran og bara dúndur hann utan. Og það er nýleg mynd. Já. En það má væntanlega að þetta er Manson-liði. Já, einmitt. Og þetta er líka Quentin Tarantino. Hann leikur ekki eftir leikur, eins og í Kill Bill og svona skilur. Ég held að þessi Michael heyri meiri mér en þér. Ég er alltaf að reyka því Til að snúðunum. Sorry. Já. Er snúðun eitthvað fokkar? Já, Quentin Tarantino fylgir ekki svona reglu, hann er algjör sitt eigið. Hann er drullu sama. Líka þú skrifur og leikstýrir og hann, það er enginn að segja þér fyrir verkum. Nei, það er rétt. Nei, það er rétt. Ok, Die Hard, fyrir maður satt við það. Hvað er ángríns? Við þurfum að velja bestu Die Hard myndina. Hvað er besta Die Hard myndin? Það er eitt. Já, það er eitt. Það er ekki hægt. Getur þú sagt mér núna meira spennandi númer 3? Það gerist meira 3? Ég hugsaði með svona leiðninga. Þá var ég að hugsa, því 1 og 3 eru bestar. Ef að endurinn væri ekki 3, þá, sko, af því að mér finnst En endurinn 1 líka með, skilur þú, þeir eru báðir eitthvað. Manstu svipurinn? Já, en það er samt ekki endurinn, skilur. Það er atriði í endan. Hún endar samt eins. Ég meina, þetta er basically bara 3 skot eða eitthvað á... Já, þetta breytir ekki endan. Þú veist, það breytir endanum að þurfa að fara aftur og finna hann. Svona bara double ending sem að er boring, en mér finnst það alveg neck to neck. Neck on neck. Neck on neck. Neck on neck. Já. En ég verð að segja eitt, bara ef ég þarf að velja. Bara út af nostalgíu, skilur. Kíló. Svona, byrja þetta. Ef það eru jólin, þá er ég alltaf að fara að horfa á Die Hard 1, skilur. En máli er... Hvað það er nær Magnum? En máli er, sko... Þetta hann nær er. Samuel Jackson og Bruce Willis er bara svo geggjað saman. Já, ég sammála. Það er miklu betur en hinn að feita löggan sem er þannig, náðu donuts og svona, I shot a kid og svona kjáft það. I can't pick up a gun anymore. Þetta þá þetta aðri? I shot a kid. Já, það er það. I shot a kid. And I liked it. It was dark. He had a toy gun. Looked real enough. Beggi var með monolog. Ok, þú varst ekki að fíla hann. Hún er meira epic, nummer 3. Hún er alveg, það er alveg rétt, sko. Hún er þykkari. Stærri. Sko, gerist eitthvað borg. Að því vorum að tala um Die Hard 1, hún er svo simple og svo perfect. 3, hún er svo leiðjöld. Þú gerðu öfugt. Fyrst er svona innilokuð byggingu. Hinn, borgin, allt saman. En svo bara spurning, bara preference. Hvort finnst ykkur skemmtilega eða svalara meira spennandi? Sko, 3 er, ég get hort oftar á 3. Hún er skemmtilegri. Hún er skemmtilegri. Já, ég sammála. En Alan Rickman er bara svo góður. En mér finnst, já, algjörlega, en Jeremy Irons er líka geðug. Hann er geðug. Já, en samt... Ég ætla að breyta. Samt Alan Rickman og hann saman að tala saman og mér finnst það meira svona dynamic, sko. Já. Alan Rickman er bara svo góður. Fyrirgeðu, nú er ég ekki maður. Ég finnst afsökunar. Ég ætla að fara aftur í... Ég ætla að fara aftur í eitt. Af því að með Hans Gruber, hann er svo, við sjáum hann farið svo miklu rússipann og ræðið með John McClane.
þú veist, hann er allt under control. Svo kemur eitthvað svona steinn í vegi og hann er bara, hvað er að gerast? Svo kemst hann að þið, bara, so they say, John McClane. Svo byrjar hann að vera pirraður, bara svona, við þurfum að finna hann, sko. Þú veist, við þurfum að finna hann. Þannig að við fylgjum honum, ég fíla það. Já, mikið. Hann er einhvern sem er hann úr slægi, hann er svona sallarólur, hann er ekki einu svona ágjörð af þessum time lock, þú veist, það er bara svona, þú veist, þetta gerist og allir eru bara, hvernig þetta gerist? I got this. FBI er komið. All part of schedule. John McClane, hann er bara svona, bara, hvað er að gera hér? En hvernig voru að fíla Ellis? Heitir hann ekki Ellis? Ég elska Ellis. Gaurinn það sem alltaf að díla. Hey Bobby! Hey Hans! Hvað sem að kókuði kóka? Bobby! Það er fun fact með Dagar Date. Þegar Dagar Date var sýnd í Þýskalandi, þá voru, þeir voru þjóðverðar sko, það var breytt, þegar hún talsett, hann breytt þeir eru Írar, frá Írlandi. Já. Ekki þjóðverðar? Já. Þegar hún var frumsýnd í Hvernig var það skert þér? Karl, síste fenster. Shoot the glass. We must get the dad tonight. En það aðri líka með þeir skjóta glerið og hann þykist vera kani. Hann hittir hans grúpur. Elska það. Það er gott. Please no, don't hurt me. You're not one of them. Ég elska það. Sem Alan Rickman er bara að gera grína Amerikanum. That's how he sees American people. No, please don't. En fannst ykkur þegar þið horfðu á hana? Og ég veit, ég muni ekkert eftir þið horfðu á hans í fyrstskipti. En voruð ekki alveg bara strax með Klein búin að fatta? Nei. Nei? Nei, ég var ekki þar. Þú var ekki þar? Ég fatt ekki fyrir hann tók gikkinn, skilur. Já. You think I'm stupid? You think I'm stupid, Hans? Ég veit ekki ennþá hvernig hann fattar þetta. Ég veit ekki ennþá. Því að hann kíkir á borðið, bara what's your name? Clay. Bill Clay. Já. Nafn hans er á borðinu. Já. Og svo hérna, svo segir hann bara, do you think I'm stupid, Hans? Ég er ennþá bara, hvenar á hvaða tímabúti fatta hann það? Ég veit það ekki. Já, hann fattar þetta með ég las eitthvað hvort það veri klift eitthvað atrið úr myndinni sem útskjænast betur hvernig að fatta þetta. Já. Ég hefði munað fyrir mánuðu síðan þegar við ætlaðum að taka upp hennar Getur verið að hann hafi hitt gaurinn sem hét Bill Clay fyrir í myndinni og veit þá að þetta er ekki hann. Þegar hann horfir á borðið, það stendur. Já, því nafnið er. Og mér varst það líka töff. Það sýnir hann, ok, hann er ekki fáti. Já. Og hann meiri þess að með, veist það, því hann væntanlega sá borðið og saði eitthvað nafn þar. Já. Ég man ekki hvað það var. Þetta var eitthvað svona sem hann fattaði, hvort það var eitthvað fötinars eða eitthvað. Ég man ekki hvað var. Ég er alveg mega forvitin að vita af hverju. Nú verði ég það. En byrju, við þurfum að íta pásu. Þegar þú talar um fötin, þá segir hann á einhverju tímabúti, hann drepur einhvern í fínum fötum and cigarettes. Þú veist, þá er hann að lýsa típunum. Já, ég maður ekki. En kannski var hann bara þetta er hræðileg leikari, en hann að leika kananum. En hann náttúrulega hann sá sann toppskot á honum í liftunni þegar hann var að skrifa hana. Er það? Já, þá sá hann ofan á það. Og þá sá hann fötin. Það er rétt hjá Hann sá líka hans þegar hann skaut hérna Takaki. Mr. Takaki. Já. And father. Of 5. Hann sá hann alveg líka. Já. Það er, við verðum að tala það aðri. Það er geðveikt. Geðveikt aðri. Þegar hans grúpu kemur fyrst og sækir Mr. Takaki. Hann er að leita á honum, aðalgæðanum, og þeir fara hann eitthvað skrifstofu og hann skýtur hann í hausinn. Hann beður hann eitthvað kód. I don't have the code, you just have to shoot me. Ok. Elska. Og McClane sér það. Já. Það er svo geðveikt aðri. Var það líka myndin svona Who's in Charge here? Og hvað myndi það? Ekkur hugsa með það á svona dreipin, I'm in the one in charge here. Og hvað myndi þetta? Má ekki því. Í Die Hard? Nei, það var ekki Die Hard. Ég hugsa með hvað mynd. Þetta var bara skæð. Who's in charge here? I am. No, úst. Já. Það var ekki bara Under Siege? Það var Under Siege. Who is the highest ranking officer in eitthvað? I am the third, eitthvað svona. Svo er hann eitthvað, nice, pleased to meet you, eða eitthvað, segir eitthvað skítun í hausin. Er þetta ekki að tala um það? Jú. Já, það var Under Siege. Hvaða tegir? Þetta er ekki að hjálpa klemdu tauginni. Nei, ég er bara eins og mikil haspur. Ég er að deyja. Klemdu taugin. Byrju, ert þú að komast í ræktin eitthvað? Ég er með fullt af ketilbjöllur og deyjur heima og jógamáttur.
Það er ekki stoppa mig, búin að missa 13 kíló, ég ætla ekki að stoppa, sko. Vel gert maður. That's right, bitch! Kóttu með gunn sem minn. Þetta var bara breytast í grams. Ég setja báða hendur utan á, þú nærði ég ekki. Svo læri, sko. Ég tekði þú held með annar hérna. Já, herðu. Getur þess að klift út því að var að... Nei. Nei, það verður Getur nærri. sett á náttúrulega. Það verður þannig verður Spotify. Bjöggi kára kíló. Og það er sterkur kíló. Þú ert svo sakalega sterkur. Eigum við að fara að slutsu það? Nei, við getum að tala um allar Hvað er búin að hérna. tala lengi? Er það? Hvernig fylgir Justin Long í 4? Já, Björk er að koma með nýja Ok, hringir hérna. gott, já. Ég er bara orðinn þurr að hugsa ekki um neitt núna nema Nei, White Justin Chicks. Long, ég fíla Justin Long, sko. Já, ég fíla. Mér fannst það alveg, mér fannst það fín. Hann passaði bara mjög vel. Já, Hann var svona lúðinn sem var svona dregin út, það var svo gott. já. Mér finnst það líka alveg stundu fyndin. Ég fíla Ég fíla hann, sko. Ég fíla hann, bara sem Já. leikara. Mér er alltaf fundist hann Tímur góður í því Creepers sem hann gerir. maður. Hann er Já, bara, einmitt. hann er hérna, mér finnst hann bara að fá svona mismunandi svona, litla virðingu fyrir mér, finnst mér. Sáu þið The Walrus með Justin Long, með Kevin Smith. Er það Tusk? Tusk, já. Mm, Hún sjá hana? Ég sá helmingin henni. Það er freaky mynd. Ah, Hún er þess að verið að sjá bara hvað hún er fucked up. hann hefði breytið. Ó, Ekki eyðileggja. Björki var líka bara hvað? Já, Þú hefur ekki séð hann? Justin Long leikur eitthvað gauð sem fyrir eitthvað að taka viðtal við eitthvað svona eccentric ríkakall eða eitthvað. Hann tekur hann gísling og hættur rólega hann að breyta hann í eitthvað dýr. Þetta er bara fucked up mynd, sko. En finnir þess ekki mununa að það er búið, glugginn er búið að lokast? Ha? Það var alveg svo ógst að kalta hann, sko. Já, en nú er, Minnst bara fínt, sko. Svona, hérna. Er það? Já, það er alltaf leið. mér er sjúklega heitt. Já, ok. En það fylgir bara svo podcasti. Ok, hvað segir? Vil þið tala eitthvað meira? Nei, ykkur. Björki kom með Justin Long, hvað ert þú með kíló? Fíluðu ekki Timothy Olyphant sem vondi kallinn? Jú, Og hans baksög og hann var svona jú. vitt í... Ég bara hataði að dagar 4 bönnuðu 12 ára. Já, en... Það má ekki segja fuck. En svo það var sagt fuck milljón sinnum í nummer 5. Já, hún var bara 16. Máli er, þeir Já. gerðu geðveika mynd, jafnvel þótt hún var PG-13, fattur þú? Einastu getur sett úr þessari mynd er bara, hann fekk ekki að segja EPK, motherfucker, og blóðdækir og mikið, hann var ekki fullur, en takt allir burtu, geggju hasamynd. Þetta er fín hasamynd, en mér finnst það ekki sérstök dagarmynd. Þú grálaður. Góður vondi kall, góður vondi kall, góður hérna, under vondi kallar sem ég hafa honum, með dóttir hans, my dad, og svona gett stolt af pappa sinu, hann bara, my dad's gonna kill you. En fannst það skemmtilegt að hún var eitthvað svona gett hörð eitthvað? Pínu. Aha. Já, ég held þú sem bara kvennahattari. Ertu ekki feminist, Afi? Já. Ég fatt að pínu annoying. Bara líka hafa börn, hættist að börnin á John McClane. Já. Það er þau hatan, hvort þið er? Já, það er einhvern veginn. Dad, stop saving me, Ég nenni því ekki. John. En Timothy Olyphant finnst mér eitt gott atrið í 4 sem mér fannst að fyndi sá hann í bíó og mér finnst það ennþá fyndi. Það er bara gott delivery hjá hann. Þetta getur svona lúmst atrið fyrir pottunum bara svona, það er ekki fyndi. Mér finnst það fyndi. Hvað er með það? Þegar að hún, dóttir hans John McClane, slæðir eitthvað henchman, eða kýlan eða eitthvað, og henchman er eitthvað svona geðveitt nójaður og slæðir hann á móti gett fast og þá segir Timothy Olyphant við hann, geðveitt kalt henni tón. Are you gonna be okay? Are you okay? Þú ert bara svona að slaka á, þú veist, þú var slegin að Hann er líka góð grínleikari. Já, hann er fyndið. Horfðu ekkert til hann Justified með honum? Já, hann töff þar. Ég sá ekki allt samt. Nei, ég er bara að horfa okkar þætti. En þeir fengið geða eitthvað dóm. Já, mér langar svolítið að gefa þeim annars séns. Það er download time. Ólegulega. Ég held að Kíló tala í öllum þáttum að hann sé að download ykkur ólega. En svo var hann það líka í Scream 2. Já, ég maður hún. Hvað er ekki með Scream 2? Hvað var hann? Já. Spoiler fyrir Scream 2. Já, ég man það núna. Svo Mánu langt ekki? síðan að hún gerist í háskólanum ekki. Já, það er Timothy Olyphant. Já, fyrst ég sá hann var í þeirri mynd. Ég hef einu spurningu til Kíló áður klárum. Hvað heitir leikarinn sem eitthvað svona sí þar þeim? Jai Courtney. Vá, ég ætla alltaf að koma með svona legit spurningu. Ég var pínu stressaður. Það ég var að vissum að hann myndi gleyma þið. Varst þú stressaður? Því ég var bara að gleyma þið. Nei. Ekki bara slútsu, við erum bara... Já, 2 tímar er fínt með. Já, það ekki. Í lokin, takk fyrir að komast okkar, og að því ég veit að Kíló er svo vinsæll. Hann hlusta allir á þættan hans Kíló. Já, ok. Þú ert svo skemmtilegur. Ég vil nýta tækifæri og þakka öllum sem er að hlusta og horfa. Já. Bara takk hérlega. Já, takk fyrir skil. Ég fæ mikið skil á með Instagram. Já. Það er bara, þau voru að tala lengur, 5 tíma, 6 tíma.
Ok, við skulum einhvern tíðan taka þátt, því ég tók þátt daginn, sem er fucking 4 klukktíma. Hvað þáttur það? Ertu búin að sína það? Nei, ég gefum út núna á miðvikudaginn. Í einum... Hann er Boogie Nights, allar þátturinn tala Boogie Nights. 4 klukktíma. Það tók við svona áratug. Já. Hver er í þeim þætti? Bjarni heitir hann. Hann er svona nörd líka, þetta er mjög skemmt þáttur. Er það 2010? Frá 2000 til 2009. Og hann er heldur langur, 4 tímar. Já. En við líka tókum pissupásu og hafa opinn glugginn og... Við fengum ekki pissupásu. Nei, ég er bara búin að mýja stólinn, sko. Ég bauð ykkur áður við byrjuðum. Já, wow. Já, áður en við byrjuðum, það er ekki það sama og þegar... Það er ekki það sama. Ok, bara Ótillitsamur. algjör loka orð. Besta dagardmyndin er nummer 1, en skemmtilegsta dagardmyndin nummer 3. Já, samanlega. Það var allir saman. Ok, en loka orð. Doritos og Pop. Yeah, nacho cheese, bitch. Guacamole, motherfucker. And some pop smatters with some pepper duft. Everybody love pepper duft. Yeah, get real. Byggi, hvernig er þín ölsing? Já, hvernig með það? Þetta er bara mjög gott. Þú varst ekki að grína minn ölsingu? Nei, ég ger ekki grín. Ég sagði að hún var einlega og flott. Ég vildi bara gera það hvernig það er live. Þú kallaði hann aumingja? Þú kallaði hann aumingja. Kallaði hann aumingja. Ok, eins og segi, alveg lokinn, núna. Auðlýsingin hans spega. Nei. Þetta kom mér ógeðslega óvart. Man langar bara að bera undir ykkur, hvort það þessu jafn hins og ég. Að ég orðið að gera svona Instagram keppnir. Þetta myndi í kepp og svona. Já. Dagar 2, kepptu Dagar 3 og Dagar 3 tapaði. Það er svo margt skríti, þú með svo skrítna áhverju. Fylgjendur. Dagar 3 tapa, það voru miklu fleiri sem völdu 2. Fast 2 betur. Ég held að margir sem er að kjósa það. Það er rugl. Veit ekki hvað að tala um. En þú veist, ég sá að skilur Lion King og Toy Story, hver vann þar? Lion King. Já, ég skil það skilur, ég veit alveg, en Toy Story er the better movie. Finnst þið það? Handritið, hún er algjörlega original skilur. Þetta er ekki eitthvað endur úr þetta sem Disney stál frá einhverjum öðrum. Já, reyndar. Skilur, og líka soundtrack, ok. Eina sem Lion King hefur yfir Toy Story er soundtrackið. Soundtrack á Lion King er bara insane, sko. En það er líka bara frábær mynd. Það er geggjum mynd, já. En bara finnst mér ekki, já, þessu er fyrst og 2 sæti í Toy Story. Þetta er alveg fair keppni, sko. 1 og 2, alveg legit. En ég ætla að segja að með Dagar 2, sko, það er ekki langt síðan ég var að keira, það var ekki langt síðan ég var bara að keira og einn útvarpsmaður sagði bara, já, það er ekki allt sem að mynd, þú veist, sequel er betur en fyrsta, en persónulega finnst mér til með Dagar 2 betur en 1. Hæ? Já, hver sagði þetta? Sjátt á Rikka G fyrir að hafa sagt þetta. Var það Rikki sem sagði þetta? Ég bara, hvað er þetta? Þetta er Ég held að Rikki G er bara trollalið alltaf. Nei, ég held að svo lofa hún finnst þetta. Er það? Betur en fyrsta? Fyrst að sagði þetta, já. Hann get ekki svona sagt um hver leikstil nummer 2 eða 1. Ok, alveg í lokin, endurs lokorð, alveg í lokin, ég ætla að gera nefnilega, að því mér er svo gana að gera þessa keppnir Instagram. Já. Og ég ætla að gera bara fyrir alla típar af bíómyndum. Ég búið með 80s myndir, 90s myndir, sci-fi, chick flicks, teiknimyndir og svo ætla ég að búið til ultimate keppni, ég láta alla segja hún að keppa. En er einhver mynd að fara að vinna Shawshank? Ég veit ekki. Yfir hvað þá? Það ætla ég að hafa bara svona grand... Ég veit ekki hvað það myndi að taka white checks. Bara bestu myndir of all time. Þegar ég læt þessar keppa, ég ætla að láta alla sigurverna keppa bara í ultimate besta mynd. Hvað er með ykkur titla? Hvað er með þá? Það sem er komið, Die Hard var 80s, Shawshank Redemption var 90s, Matrix var sci-fi, The Something About Mary var chick flick, Lion King var teiknumynda, ég ætla ekki búið með fleiri. Svo ég eftir að gera fleiri, en þegar ég kom með 16 myndir, eða 16 sigura, þá ætla alltaf sigurinn að keppa, en bussi frá því hvað aðra myndir að vinna, er einhver að vinna Shawshank? Ég held ekki. Auðvitað ekki, en miður við fólk sem er kjósa hérna, Lion King vinnur ábygglega. En hvað talandi chick flicks og Something About Mary, fannst þið það ég heima? Ég var einhvern veginn bara comedy. Akkur er það chick flick? Bara comedy. Og þú sagði, er þið kusið hana? Ég þarf að það geðug mynd. Herðu, má ég hef útskipt Nei, nú skalt, já. Bara svara fyrir gjörðu þínum. Núna! Ég spurði fólk áður en ég bjóti keppnina hver þín uppáhalds chick flick. Það eru mjög margir sem sendur mér Mary. Það er ekki chick flick. En byttu, þegar ég... Þetta er alveg svona grín ástasaga ég gerði. En já. Notebook, er það chick flick? Já. Af hverju? Hún hefði átt að vinna. En af hverju það... Ég hef ekki séð hana. En af hverju það ekki bara drafmynd? Bridesmaids, er það chick flick? Nei.
og Camry. Já, en það er svona fullt af fólk sem myndi kalla hann Notebook hefði chick þetta vinna. flicks. Og það var enginn sem sendi mér okkur bridesmaids í þessu keppni. Fólk gerði það bara því Mary vann. Ég persónulega hefði örugglega ekki sett hann í keppnina, en af því að ég var búin að ákveða það, þeir sem senda mér Já, ég skil tillögur, það alveg. þá voru fleiri en 2 og fleiri en 3 sem sendu Mary. En þetta er rétt, tæknilega chick flicks eru rómantískar gamanmyndir. Mér finnst það bara Er að vera ekki? svona eiginlega romantísk dramamynd. Það vera Finnst þér það? Já. Eins og Clueless, það er einn frægasta chick flick allar tíma. Já, það er grímlegt. Þetta er rámt til mér. Já, þegar eða pæli í Já. skilgringunni, ég lék með næst Já. með hana og ég hugsaði með Mary, þetta er konu, þetta er ástar, það er Já. allar að keppast Þetta er sömu chick flick. konuna, það er kvenkynsnafn í titlinum, það er konu á coverinu, ég var meira fókus á það, þetta var Já. svona kvenkyns-based heldur en þessi hefðbundna skilgring á chick flick. En ef þú væri með comedy, myndur ekki hafa svona... Nei, ekki að því hún vann. Eins og þegar ég gerir actionmyndir, þá voru Matrix ekki með að því hún vann sci-fi. Það er ekkert gaman ef að Matrix vinnur 3 keppnir eða svo þegar ég gerir dramakeppni, þá voru Shawshank ekki með. Nei, Já. það er samt chick flick. En hvað er næsta sjónur sem þú ætlar að velja? Ég er að hugsa um að hafa glæpamyndir, crime. Gangsters. Goodfellas vinnur alltaf every day. Og það er að spá því núna, Ég Ef hann hugsaði vinnur þetta ekki, sama, þá sko. ætla ég að hætta að fylgjast með síðaninni. Þú getur ekki sagt mér Þannig að ég mun halda titlinum. Ég mun halda titlinum Most Appearances. Þegar þú ert brjálaður En þú greitir ekki nefnt betri glæpamynd í Goodfellas. Hún er ekki til. Svipar, ekki eftir góð. Það fyrir ekki einhvern og lítur á það. Hann kannski, þú veist, Heat er kannski líka... Heat verður með, Scarface Ekki betri verður með. Goodfellas er best. Já, ég er... No contest. Ég Það er engin glæpamynd. Engin. Godfather verður með. Nei, Goodfellas er perfect. Ok, þú ætlar að check, ég ætla að gera bút Erum með við þessu. byrjaðir næsta Ég er bara að podcast? segja þér rétt Þetta er að sama, svari. þetta er daginn podcast. Það er ekki að fólk sem eru sammála mér, ég er bara að segja þér rétt að svari. Það er bara eitt svar. Hann veit það bara. Þú maður veit það. En ef þú þurftir að giska núna, hver heldur að vinna í crime? Ætla að vera bara Lion King aftur? Nei. Goodfellas. Goodfellas verður pottið top 3 aðna. En það verður ábyggilega Goodfellas. Ef ekki setja það Irishman á það, don't you dare put the Irishman á þessu lista. Fannst hún ekki góð? Ég Ég held þetta að sjá hann. nefndi Hún er ekki, góð. ég nefndi ekki, veist svona hálftíma ef ég nefndi ekki. Ég nefnilega hef ekki fundið tíma Hey, til að horfa. Martin Hún er- Scorsese, reyndi að gera einhverja aðra, hætti að gera sama myndina aftur. Þú er búin að gera Goodfellas, hún er perfect, hætti að endur gera hana. Casino er góð, hætti að gera, Goodfellas er betri. Úst, stop it. Ég er meiri kasínumæður. Casino er geðveik, fattur þú? Hún er geðveik, Okay. en Goodfellas er best. Ok, það er þitt gisk. Goodfellas vinni crime. Já, ég vil Genre. saman ekki, sko. Já. Hver annar myndi koma í? White chicks. White Chicks. Er það bara að tala um mafjamyndir eða? Það er Heat. Hvað aðra mynd myndi koma? Ég er úrglega forvitin. Já, Myndi Scarface verið sama? Lockstock verður að með, það er glæpamynd. En þú veist, ertu með Layer Cake, ertu með glæpamynd. Pulp Fiction? Já, það er rétt. hjá þér. Pulp Fiction finnst mér að vera glæpamynd. Já, Pulp Fiction. Sorry, Já. Kíló. Þá er ég að kjósa Pulp Fiction fyrir einhvern Goodfellas, sko. Núna, hann er að bakka. Kíló er að bakka með crime-dótið. Nei, Goodfellas er betri. Hún er klassiskari. Ok, bursið frá hvað þér finnst. Nei, Pulp Fiction háttar hann uppi. Er það að sjá fyrir Pulp ykkur það Fiction kannski er verið í bara úslitum eða eitthvað? Ó, pottjætt, sko. Ég held að Pulp Fiction myndi vinna. En ég er að segja að Goodfellas er besta glæpamynd. En ég meina þið myndi alveg samþykja það. Pulp Ó, Fiction já, er já. glæpamynd. Já, Já, ég. Ég lakka til. Reservoir Dogs er Já, glæpamynd. þetta er glæpa menn. Mátti hafa fleiri en eina Quentin Tarantino mynd. Já. Ég ætla að Jackie Brown líka, það er glæpamynd. Gera hann ekki bara glæpmynd? Hún er lúmsk. Nei, ekki Kill Bill. Myndur þú kalla það glæpamynd? Nei, Hateful Eight. Nei, en það fari vestra fyrir ykkur. Ég var að horfa Er það ekki? Eða thriller. Ég var að horfa aftur daginn. Góð. Hún er geggjum. Hver? Hateful Eight? Já. Gæður, Já, ég elskar hún það. er gegg. Svo góð. Herðu, við erum bara frá að bladra um eitthvað allt annað. Þetta var dagir þáttur. Takk fyrir að komast okkar. White Takk Chicks fyrir að besta daghermyndin. Takk fyrir mig, Afi.